velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Fáum einhvern til þess að koma hingað og leyfa okkur að kynna sér, leyfa okkur að spegla sig í viðkomandi. Þannig skiljum við okkur stundum líka betur. Og í dag það Fida Abu Libdeh. Vertu velkomin. Takk. Þú varst nú bara fyrir stuttu hjá mér og það hafði samband við mig fólk og sagði, af hverju tekur ekki helgispjall við Fida? Þannig að þetta er það sem ég kalla óskalag. Það var beðið þetta. Ég geri það stundum. Fólk heldur að við séum alltaf að hugsa þetta eitthvað, en við erum mest bara að þjóna fólki sem að hvetur til. Þannig það var eitthvað í frásögninni, við vorum að tala ástandið á Gaza og fólk vildi fá að vita bakgrunn að þú ert frá Palestínu. Það fannst það áhugavert. Ef að byrja bara á byrjuninni. Ég spyr oft fólk í þessum þætti hvenær fólk mann fyrst eftir sér. Hvenær mann fyrst eftir sér? Já, ég ætla að byrja fyrst á því að þakka sem sendur og vildi heyra meira mig og Palestínu uppruna minn. Það er mikill heiður að fá að koma hingað aftur. Já, ég man eftir mér, ég veit ekki alltaf, ég segi ekki svona mikið eftir mér þegar ég var svona 11-12 ára, en svo minningar sem koma 4-5 ára, svo leis. Koma að fara. Og hvernig eru þeir? Mjög slæm. Þá voru mamma og pappi að skilja þegar ég var 4-5 ára og mamma kom til Íslands, til bróður síns og við vorum eftir í Palestínu. Þannig ég man eftir, þá var bara ég og eldri systir mín, Farastín, og bróður mömmu var búin að búa á Íslandi, Salman Tamimi heitinn, og hún kom til hans þegar hún skildi við pappa. Þannig ég man vel Þannig þú mistir móður þína. Já. En svo kom hún aftur til Palestínu. Hvað mikið seinna? Ég held að segja árið seinna, var ekki lengi og tók saman aftur með pappa og voru saman alveg 15 ár eftir það. Og skildu svo aftur eða? Já, skildu aftur þegar við kom til Íslands 95. Þá skildu við, eða mamma kom með okkur hingað til Íslands og þau skildu eftir það. Heldur að sitja í þér að mamma hafi farið? Já, það er margt sem er búið að móta mig í gegnum lífi og þetta er einn, það var mjög erfitt. Getur þú lýst í fyrir okkur hinn sem ekki sáum eftir mömmu 4 ára? Ég náttúrulega skildi ekkert hvað var í gangi og það er á þessum tíma í þessu menning, það er ekkert verið tekið okkur til líðar og sagt mamma og pappi er að skilja, því var hjá pappa eitthvað svoleiðis, mamma var bara farin, pappi var reiður og allir voru í fjölskyldu hans reiður að hún skildi fara frá börnunum sínum. Það er ekki á þessum tíma, skilnaður var ekki nýtt algengt eða svona veltekið samfélaginu. Og við stelpurnar, við vorum stelpur, ekki strákar, þannig við fengum að gjalda fyrir því og það er svona, maður heyrði, fjölskylda hans pappa tala mömmu og hvort við myndum verða alveg eins þegar við vorum stórar og náttúrulega við söknum mömmu og við skildum ekki neitt og vildum bara vera hjá henni. En slitnaði þá líka tengslin við fjölskyldu móðurinnar? Já. Þannig að þið voru bara inn í fjölskyldu föðurs? Já, menn pappi var svo reiður og fjölskylda hans að þau vildu ekki að við sem eitthvað í samskipti við þá. En þannig segðu mig frá foreldriðinum, segðu frá mömmuðinni. Mamma er hörkukona, hún er hún kom með okkur 5 til Íslands. Já, átti í erfiða hjónaband í alla tíð, var ofbeldissamband frá upphafi. Og hún var að reyna alltaf að slíta þessu sambandi en fjölskyldu eða samfélag var að samþykja að hún myndi vera ein með 5 börn.
það var, þú veist, það sem ég mann eftir að þau áttu, hún og pabbi áttu rosalega erfið samband og það var ofbeldi og alltaf flæti og við vildum það ekki að vera að búa með þeim þannig, en það var hérna já, hún var að reyna alltaf að slíta þessu samt að halda okkur þannig að þetta gekk erfiðlega þangað til hún ákveði að flýja með okkur á þess að skilja hún gerði það 95 og bróður hennar hjálpa henni komið til Íslands Þá voru þið orðnar ungar konur eða táningar? Já, 16, 17 ég og elsta systir mín og svo hérna 10 og 11 ára og svo eitt sem var 4 ára Flúði frá Palestínu En hérna hvernig hérna kynntust foreldrar Þau voru saman í þú veist, pappi einn af stofnandi kommunistaflokkur í Palestínu og systir mömmu líka þannig þau kynntist í gegnum systir hennar en pappi minn hefur verið alltaf þú veist, ég man eftir honum inni og út úr fangelsi, hann blaðamaður og kommunisti og hefur alltaf verið tjá skoðuna sínar og fekk að gjalda fyrir því í Palestínu þannig, þú veist, í dag sem fullorðin reyni ég að skilja hvaðan það kemur akkur var hann svona og akkur var mamma svona og ég ætla ekki að segja en hann var undir, þú veist, hérna hann var náttúrulega pyndaður og satt lengi í fangelsi og fór fjölskyldur sinni og náttúrulega enga tekjur og þurfti að hafa áhyggjur á okkur meðan hann satt inni samt gat hann ekki gefa afsláttur af skoðunum sína þannig hann átti líka rosalega erfitt já, þannig þau kynntust í gegnum þetta systirinn mömmu líka var Sellufundi já já, þannig En ef að faðiðinn landi mömmu þína finnst þér núna að þú þurfir að skilja það af hverju hann gerir það eða ertu þá að réttlæta það þetta getur verið erfitt af því að ég meina hann pabbiðinn og kannski viltu elska því góða í honum varstu þá að reyna að útskýra fyrir þér fullorðinni konu hvernig? Ég veit alveg, þú veist, ég orðin svo mikið Íslendingur að ég myndi aldrei réttlæta ofbeldi, aldrei skiptir ekki máli hver stendur og hversu náinn mér hann rétt skal vera rétt, þetta var ránt en eina sem ég var að reyna að skilja og veist, af hverju eru þið sambandi svona, akkur slitnaði sambandi okkur við hann og veist, við komum til Íslands og þá slitnaði allt algjörlega sko. Við tala ekki við hann í 10 ár við pappa, vissi ekkert hann var mjög reiður, hann rosalega hann þykir svo mikið vænt Palestínu að ég stundum hugsa ég þú veist, en við erum líka börnin þín að hann var tilbúin að bara afsala sér börnin sín fyrir Palestínu og myndi aldrei fara frá Palestínu og myndi aldrei fylgja börnunum sínum ef þau alltaf ekki standa með Palestínu þannig hann rosalegur hérna svona sjóðinni sinni já, hann það og okkur þannig upp þannig ég ekkert að réttlæta hvað hann gerði, ég veit hann gerði ránt og ég veit líka mamma gerði ránt ég ekkert að réttlæta við líka börnin voru fyrir ofbeldi frá þeim báðum, horfa á þeim að þú veist hérna í slíku ofbeldi samband og líka ofbeldi hvort okkur þannig það ekki rétt sem gerðist en ég var mörg ár mjög sár og reyna bara að lóka á þessu þangað til náði að vinna út úr þessu og sætta mér við það að þetta þeirra mistök, þeirra ábyrgð ég ætla ekki að taka það á mig í dag ég fullorðin kona og ef ákveður samband fer í þann farveg þá ég ekki tilbúin að tala við þig þannig í dag get ég svara fyrir mig og sambandi frekar gott sko. Það tók langa tíma? Það tók mjög langa tíma og var mjög erfitt ég var mörg ár eftir ég kom til Íslands var að reyna að þóknast honum alla ákvörðin sem ég tók á Íslandi þú veist framtíðið mitt var með pappa og fjölskyldan úti í huga ég var að giftast Palestínumaður ég var að halda tungumáli ég var að
ekki, þú veist, læra arabísku, hringja í þeim reglulega, halda upp á Ramadan og halda upp á, þú veist, Eid og allt saman, reyna að halda, ekki af því ég vildi það, af því ég vildi svona, þau myndi sá mig sem alvöru palestínumæður og vera stoltur af mér. Og tókst það? Nei. Já, þú veist, mér leiði bara illa. Ég var ekkert að gera þetta fyrir sjálfa mig, ég var ekkert að finna út hver fíta ég og hvernig ég ætla að vera og hvernig ég ætla að lifa lífinu. Ég var að lifa þetta út frá þeirra, þú veist, horfa á lífið mitt eða framtíðið mitt út frá þeirra sjónarmiði. Var ekkert að gera nýtt fyrir mig. Þannig að pabbiðinn og hans skoðanir og afstæð hefur verið mjög nærri þér. Já, mjög. Sama hvað þú gerðir alltaf, hvað myndi pabbi gera? Já, og hvernig hann myndi horfa á það. Hvernig hann myndi vera stoltur af mér, ok, ég gera það. Ef ekki, þá ætla ég ekki að gera það. Og sá pabbi sem svona, hvað myndi pabbi gera? Það er ekki pabbi sem vegna þess að, sem kemur þarna inn út af ástríki. Þetta er bara harðstjórinn, er það ekki? Þeir náttúrulega... Þú varst með harðstjóran inn í þér. Já. Þangað til ég náttúrulega fekk, veist, þetta gekk í einhver ár og svo bara kom það, þá náði maður þú veist botninn mætti segja, þú veist, þá var ég ekki að lífa lífi út frá eigin forsendum og lífið mitt yrði svona að hvort þessi pabbi eða yfirmaðurinn eða þú veist, ég var alltaf að ganga út frá lífinu að þóknast öðrum og ekki hugsa hvað fíta vildi. Ég vissi það ekki. Ég vissi ekki hvað ég vildi. Ég var bara, ef þú sagðir mig eitthvað, það væri gott fyrir mig, þá það bara það að og sérstaklega svona eldri, svona fólk í einhverja stöðu, veist, ég var alltaf að reyna að þóknast þeim. Skiptir engu máli hver þau voru. Þannig að leiðin fyrir fíta að verða til var svolítið að slíta sig frá föðunum, en líka Palestínu og upprunum og verða eitthvað. Og mömmu líka. Og mömmu líka. Og þú ert ekki með neitt yfirmann núna það? Nei, ég er eigi yfirmaður og ég er mjög ánægð með það. En þú ert að lýsa þarna fjölskyldu það sem er mikil átök, ofbeldi og ekki svigrúm fyrir krakkana að bara gera það sem þau vilju. Þetta verður þau að læra að beygja sig undir einhverjar reglur og fara inn í eitthvað form. Heldur þetta sé einkennandi fyrir þína fjölskyldu eða er þetta bara menningin í Palestínu? Eins og, þú veist, foreldrar mín að tala uppeldið sín. Það var allt öðruvísi en uppeldið sem við fengum. Það er að segja að þau eru fædd, þú veist, eftir 1948 en fyrir intifada. Við fæðumst eftir intifada. Þá virðist að vera eins og að var bara rosalega mikið streitu, álag eftir intifada á foreldrunum. Þú veist, það veit að enginn úti og við vissum ekki á meðan við byggum þar. En þetta var daglegt niðurlægingu fyrir framann okkur, til dæmis á foreldrunum. Þú veist, það var bara komið hvenær sem er, á hvaða tíma sem er og rústa húsi og taka pappa út. Og bara íta mömmu og niðurlægja þeim fyrir framann okkur, kalla þeim ljótu nafni og systir mín heitir Falastín og sem þýðir Palestína og það var bara öskra á hana heima hjá akkur heitir það og segja pappa hvað er að þér, Palestína er ekki til og eitthvað svona, ég man eftir svona sögur, pappi og mamma niðurlægði gátu ekki gert neitt fyrir framann okkur aftur og aftur og aftur, heima hjá okkur út í götu, átti erfitt fjárhagslega. Við vorum 1 dag í skóla og 10 daga verkfall og svo 1 dag í skóla og svo bara loka Ísraelsmenn skóla. Þú veist, þetta var ógeðslega erfið ástand. Og ef ég myndi lífa þessu aðstæður í dag á Íslandi, ég held, ég myndi vera jafn brjáluð og þau voru. Eða jafn svona í ójafnvægi. Bara reyna að lífa daginum af og fá alla heim. Þetta var svoleiðis líf. Þannig þarna eru bara palestínumenn undir linnulausum árásum sem er eiginlega svona eins og svona sálfræði hernaður, niðurlægja fólk, niðurlægja og niðurlægja.
reyna að brjóta það niður. Og það var þannig alla daga. Það var þannig alla daga og við vissum ekki hvenær ég myndi koma heim til okkar og taka pappa. Þannig það var alltaf svona yfir vofandi. Já. Þannig ef það gerði það ekki í dag, að þá litaði það samt daginn í dag að því að þú varst að bíða eftir því það myndi gerast. Það myndi gerast á leiðinni í skóla, það myndi gerast, og við vorum náttúrulega krakkar, ég og eldri systir mín til dæmis, við bara, þegar við sáum Hermann að Jappa keyra inn í hverfi okkar, þá vorum við alveg hérna og hvað getum við gert til að venda pappa landið þegar þú veist hérna og auðvitað fórum við og krakkarnir í hverfinu að kasta steina í Jappa, veist, svona bara 7, 8, 9, 10 ára að kasta steina í Hermann að Jappa með, þú veist hérna byssan stendur út hérna, veist, ég skil ekki hvernig við gerum þetta og það var bara skotið á okkur. Ekkert mál. Þannig, já, það er mjög erfitt að útskýra þetta. Þetta var mjög, ég fattaði ekki fyrir mörgum árum setna að þetta var bara hræðilega upplifun og eins og ég segi, ég get ekki sett mér í spor foreldra mína ef ég þarf að upplifa þetta með börnin mín í dag. Þetta er hræðilegt, sko. Það er margt sem að geti spilað inn í það af hverju foreldrarnir eru svona gagnvart börnunum. Það getur verið hluti að þess að getur verið niðurlægingin, það er hérna foreldrar sem eru niðurlægði fyrir fram að börnin sín, að þá getur komið eitthvað svona óeðlileg hugmyndum að endurvekja vald. Það getur verið það. Jú, það getur verið svona sjúklegt. En svo getur það líka verið bara óstjórnlegur ótti börnin. Það er líka það. Þess vegna verður að ala börnin bara upp eins og hermenn með aga og þau verður að hlýða núna. Ef þú hlýðir ekki núna þá getur þau dáið. Þú getur ekki og hefur ekki tækifæri til þess að segja, þú veist, eins og maður gerir hérna á Íslandi, hérna leittu mig hérna, við erum að fara yfir götuna, leittu mig eða fylgstu mig ljósi. Það er ekki þannig. Ef þú hélst ekki í barniðinum hérna, þá var hann farinn. Þú veist, ég man eftir þegar við erum að labba niður í gamla borgin í Jerúsalem, þá hélt mamma okkur í hnakkum alveg ógeðslega fast. Okkur fannst alltaf svo vond, vildum ekki fara með mömmu í gamla borgi og þar sem fjölmenni eða þar sem blandaði hverfi, Ísraelsmenn og palestinmenn, og því hún hélt svo fast, það var bara svo vond, ég man ennþá eftir því. Það var hræddum að þú veist, maður vissi ekki. Bara eitt feilspor geti. Já, þú veist, það hefur verið tekið börn, palestinumennabörn, það hefur verið stungu árás í fjölmenni, þú veist, það er bara, það var ekki öruggt. Eitt er að maður getur reynt að sjá fyrir sér svona atburð, þar sem að Hermann að Jeppin kemur inn í hverfið og þykast í steinum og það er skotið á okkur. En svo er annað að þetta var ástandi sko dag eftir dag, viku eftir viku, mánuð eftir mánuð, ár eftir ár, þannig að það var bara svona ástand yfir benskuðinni. Heldur að það hafi, er þetta ekki, þetta áfalla streitur öskun, fólk sér átt fyrir sér eitt áfall, en náttúrulega flesti sem eru með áfallar streitur öskun er að koma út úr einhverju eins og ástandinu á heimiliðinu, það var nóg, og svo ertu með heimilið í Palestínu og þá eiginlega magnast þetta alltaf. Já, þetta er, veist, ég hef þurft að vinna mikið úr þessum áfallum og ég veit ekki hvort einhvern tíma maður jafnar sig. Nei, þú veist það kannski aldrei, að þú veist ekki hvernig er að vera ekki. Þú veist, áður en þetta er hérna síðast að þessi var bara vann. Já, við höfum, við erum náttúrulega systkinir hér og eigum fjölskylda hér og við höfum talað um þetta að, þú veist, áður en þetta byrjaði í Gaza núna og, þú veist, okkur líður öllum illa út af því og allt það, en já, það er hérna, þú veist, erfitt að segja þetta, en þegar við erum hamingjusöm og allt gengur vel,
þá trúum við þið ekki og okkur líður bara illa að vera hamingjusamur. Bæði að því að það væri hægt að taka það af ykkur bara með bara hurðinni fleygt upp og þá góði dagurinn farinn og orðin að hryllilegasta deginum. En svo líka það líka vegna þess að það eru svo margir sem eru og þjást í Palestínu. Já, og ennþá, þannig við erum einmitt alltaf að bíða eftir, hvað er að fara að gerast, að þetta allt verður tekið af okkur og maður getur ekki svona vera hamingjusamur á meðan allt hitt að gerast úti. Við bara eiginlega okkur skammast sín fyrir það. Ég sá eitthvað daginn þar sem var verið að fjalla svona næstu þetta og ég man ekki alveg hver sagði það. Þá var hugmyndin sú að því við njótum frelsis að þá fyrir þau sem ekki hafa það að þá eitt af því sem við þurfum að gera að fara vel með það, meðal annars með því að vera glöð yfir því. Já. Því að við notum ekki frelsið og tækifæri sem við höfum, sem eru þetta eru stórkostlustu verðmætin sem svo margir hafa ekki, að við verðum eiginlega að vera glöð. Já, þetta það sem kallast privilege, eða forréttindi, sem við erum bara, sem okkar að taka þetta sem sjálfsagðan hlut, eins og ég alltaf svo glöð í kringum kosningar, nýta mér réttilega að kjósa, frá því ég mátti kjósa þá ég mjög mikið að kynna þetta fyrir mig, bara, vakna snemma, klæða mig upp og taka börnunum, fara á kosningastæðar, ég mjög glöð þegar, klára skóla, allt sem ég hef, þurft að þessi frelsi eða þessi forréttindi, ég vil frekar halda upp á það að börnum mína útskrifast en ammalið þeirra, það ekkert eitthvað árangur, eitthvað sem forfeðra okkar búin að berjast fyrir til þess að við myndum vera hérna í dag og við sáum það gegnum söguna að við myndum ekki fagna því og viðurkenna mikilvægi þess, það mun fara eins og að gerast í Evrópu í dag varandi mannréttindamál og allt það sem gerast. Þannig þetta svona frelsi og réttindi sem við höfum í dag finnst mér að hluti sem við höfum að fagna daglega. Og vera glöð yfir. Já. En svo kemur eitthvað sem að segir, já, þú ert nýtur þessu forréttind og aðrir hafi þetta ekki og hvernig getur þú verið svona glöð á meðan aðrir þjást. Þetta svona bæði í sama tíma. Sko. Já, ég skil það alveg en mætum samt á kosningastæðir. Við þurfum, nýtum okkar réttindi. Það sem ég skil ekki, við þurfum kannski ekki að vera það sem ég að segja að nýtum þessi réttindi og viðurkennum að þetta privilege, að þetta forréttindi. Þetta ekki réttindi, þetta forréttindi. Það hafa ekki allir. Og gengum út frá þessu, ef við myndum ganga út þegar við erum út í lífinu út frá þessu, að þetta forréttindi, þá myndi hegðun okkar breytast gagnvart svona hluti. Það erum kannski myndum kjósa meiri ábyrgð, ekki að kæruleysi. Já, menntun forréttindi, kosningaréttur forréttindi, vinna forréttindi. Herðu, en má ég fara aðeins aftur í æskuna? Ekki láta mig gráta samt. Nei, þú blikkað ræður hvað við tölum og ég get bara að tala eitthvað annað ef það erfitt. Ég ætlaði að spyrja í æskunni að því að það stór fjölskylda í kringum ykkur, ekki? Jú. Og það eru afar og ömmur og frængur og frændur. Já. Ég bara velta fyrir mér svona hvernig uppeldið var að því leyti, hvort að það hafi verið fleiri heldur en kjarnafjölskyldan fóreldraðinni sem hafðu áhrif á því þau varst lítil? Það amma, ég átti bara eina ammu. Hinnir amma og afur voru, dóu þegar fóreldrarnir mínu voru mjög ung, þannig við áttum bara eina ammu og mamma og pabbi og sérstaklega mamma var mjög hörð á því og barðist fyrir það að væri engin utanaðkomandi aðskipti að okkur. Þannig, og þau voru bæði, kommunistar, mamma og pabbi og þá út í Palestínu. Já, í óþökk sinna fjölskyldna.
Já, hinnir voru trúaðir og svoleiðis, þannig við fengum ofta, þú veist, við vorum öðruvísi, við klæddum okkur öðruvísi, uppeldið okkar var öðruvísi, við vorum, þú veist, bara stelpan, þú veist, alveg upp við jafnrétti, stelpur og strákar alveg eins, þú mátti alveg eignast strákavinni og á meðan kannski bróðir pappa var ekkert alveg að kynkja þessu, hann var mjög trúaður og fór alltaf í moskana á föstudögum og var alltaf að biðja og svoleiðis. Þannig þau áttu erfitt með að samþykja okkar lífstíl. Þannig það að vera kommunisti í Palestínu þýðir það að ég ekki trúaður. Já, það er þannig. Það er eiginlega stæðsta skrifið. Já, það er stæðsta skrifið. Ég kannski tek það, þú veist, að pabbi bara, þú veist, eiginlega banna okkur að fasta Ramadan. Hann var bara svoleiðis. Þú veist, hann er alveg, þú máttir ekki segja takk fyrir. Öfgatrúleysingi. Hann er öfgatrúleysingi, þú veist, ef þú segir alhamdulillah sem þýðir þakka Guð eftir matinn eitthvað svoleiðis, hann bara, kom hann með matinn á borðið. Þú veist, ekki, hann vildi ekki hafa svoleiðis. En þegar þið færið út í samfélagið, eru þið þá einu börnin sem eru af trúlausu heimili? Já, eiginlega. Ég var steilast til að fasta stundum bara til að vera eins og vinkonum mínar, þú veist, fasta í skólanum og svo fara heim og þykast að vera ekki fastandi, þú veist. Og þú veist, í trúarbrögðu tíma, þú veist, þá á maður að læra Koraninn og þá áttu að setja slæðu, við áttum enga slæðu heima og þau nýttu að kaupa slæðu fyrir mig og ég alveg, kennarinn bara, þú veist, vísa mér úr tíma fyrir ég var ekki með slæðu, þetta var svolítið barátta, en við lærðum rosalega mikið á því, við vorum settar í svona, þú veist, sumarnámskeið, sumarbúðir, jafnréttisbúðir, þú veist, það mótaði mig mjög mikið. Jafnréttisbúðir? Já, bara stelpur og strákar læra jafnrétti, hvernig átt að fara með frelsi, hvað, þú veist, já, svona sumarbúðir sem voru á vegum kvensamtökin úti og alþjóðasamtök, svona UN samtökjum og svoleiðis, þannig við fórum alltaf í svoleiðis sumarbúðir og það mótaði mig mjög mikið og gerði mig manniska sem ég er í dag. Ég held ég var 14 eða 15 ára þegar ég stofnaði eigið sumarbúðir, tók krakkan í hverfinu sem voru bara, þú veist, voru ekkert að gera nýtt yfir sumri og við vorum, ég og einhver 4 aðrir strákar stofnum sumarbúðir og tökum krakkan í hverfinu, gerðum svona prógram fyrir þeim, söfnum styrki og svo hafðum svona lokahóf og hátíð og bjóðum fyrirtæki og foreldra í kring og þú veist, það mótaði mig og byrja, þú veist, já, að fara í þessu sumarbúðir og það sem situr eftir í hausinn á mér, þú veist, það var alltaf að tala hvernig þú fer með frelsi, svona, frelsi var svona auðlind og okkur var kennt hvernig átt að bera ábyrgð á frelsinu sem þú hefur. Hvernig ferðu með frelsi? Já, hvernig ferðu með frelsi, rétt. Ef þú ferða? Ef þú ferða, en þú verður alltaf að berjast fyrir því, alltaf. En þú fæðist náttúrulega inn í palestíska fjölskyldu sem er eiginlega í hersetin sem í apartheid ríki þar sem að þú ert óæðri. Já. Svo fæðistu inn í kultúr sem er mikill kallakúltúr og þú ert kona. Þannig að þá ertu heldur ekki, þetta er ekki þinn heimur. Hvað er þetta að vikta þetta? Hvort vóð þyngra að þú væri sko palestínumaður og þetta væri ekki þinn heimur eða þú ert kona og þetta er ekki þinn heimur? Nei, palestínumaður er ekki þinn heimur sko, ég þarf ekki að hugsa þetta. Það er oft talað hvernig við palestínumenn erum og þar sem að við erum búin að vera undir þessi hertöku og Ísrael er búin að vera í hertaka landi okkar svo lengi að kallmenn fóru náttúrulega í fangelsi og konurnar tóku við. Ég fann aldrei fyrir einhverju mismunun út af kyn í Palestínu. Þú veist, ég hef frá því ég var lítil hef séð, þú veist, talsmenn Palestínu manna, bæði kallar og konur, alveg jafn ábyrjandi í samfélaginu. Mamma tók alveg jafn mikið þátt í baráttunni og pabbi. Kvensamtök í Palestínu var miklu sterkari og miklu meira ábyrjandi. Þeir styrðu alveg eiginlega mótspyrnan, konurnar. Þannig, nei, ég fann ekki fyrir hínu. Þetta hljómar eins og sjómannafjölskyldur
þar sem að kallarnir voru alltaf út á sjó og konunnar stjórnuður um öllu. Þetta var... Ég kem að svoleiðis fólki, allt sterka fólki minni ætt eru konunnar, sko. Því að kallarnir voru bara einhver staðar, annars staðar. Já, ég þekki lífið svona. Mamma tók við, pabbi var inn og út af fangelsi. Mamma tók við, þú veist, allir í kringum okkur. Það var aldrei neitt mismun. Ég upplifaði það ekki þannig og það var ekki þannig. Alls ekki. Þú veist, systir hennar mömmu satt í fangelsi, þú veist, við hennar pappa, það var aldrei svoleiðis, sko. Ég veit alveg vestræna heiminn að reyna að setja upp þessi mynd, þetta er ekki þannig. Ég hafði alveg jafn mörg tækifæri, þú veist, mamma hafði jafn mörg, ok, ég var barn, en mamma hafði jafn mörg tækifæri í að verða það sem hún vill vera og ég í dag. Hvað vildi hún verða, mamma? Mamma vildi vera... Hún fór í skóla og lærði svona bara skrifstofatekni, eitthvað svo leiðis og var að vinna sem svona ritari. En það ekki svona hlutverk sem að konum stendur til búða? Nei, það var svona fyrir laun, en hún var mjög mikill aktivisti. Sko. Það hafði alla tíma til að vinna. Það var þessi kvensamtök sem voru... Og pappiði vildi verða blaðamaður og politikus? Já, hann vildi það svo mikið og hann er nýfarinn að eftirlaun bara fyrir 2 mánuðum síðan, en hann er ritstjóri stærsta blað Al-Quds blaðið sem er Jerusalem Post á ensku og Al-Quds á arabísku. Og hann ritstjóri þar og var það í mörg ár. Góður blaðamaður? Mjög góður blaðamaður. Mjög. En þú sagðir áðan að það væri svona slitróttaminningarnar, þess að svona upp úr 11 ára og þá manstu eftir þér í... Mér finnst gott að heyra þetta því ég man svo illa eftir mér. Ég talar við fólk sem getur rakið ævi sína bara frá því að ég var 2 ára. Já. En ég man alltaf minna eftir mér, sko. Já. En mér finnst gott að þú munir ekki almennilega eftir þér fyrir svona 11 ára. Já. En það er svona 11-12 ára þá náttúrulega kannski fullorðnast fólk hraðar í Palestínu. En svona 11-12 ára þá veit maður að maður verður fullorðin, sko. Og þá kemur svona hugmyndur hvað ætla ég að verða og svona hugmyndur mig utan fjölskyldunar og svona. Fíta, hvað var hún að hugsa þegar hún var svona 11 ára? Hvernig framtíð sá hún fyrir sér? Ég var bara, ég veit ekki hvort það fæðist með manni, ég hef alltaf verið svona frumkvöld og ég var viss ég ætla að læra eitthvað sem engin palestinskona hefur lært. Þannig það var svona hugarfarið mitt og ég var alveg að skoða bílar, skoða smíði, skoða eitthvað svona öðruvísi. En það er náttúrulega út af ástandir úti og á heimilinu, þá var það bara stala við okkur frá við litlar. Við höfum ekki efna því að fara í námi sem þið vilji, við förum í það sem UN eða UNRWA háskóla býða upp á það. Þannig, þú veist, það var ekki mikið val. Við vissum alveg við þurftum að fara í svoleiðis skólar. UN-skólan, sem var aðalega svona kennaranám og svoleiðis. En af hverju heldur þú hafi alltaf verið svona frumkvöðl? Ég veit ekki. Þú veist, þetta er mótspyrna og vera svona finna lausn. Það er náttúrulega, eins og þú varst að nefna þetta áðan, þetta er allan tíma og maður þurfti bara hluti á hverju alltaf að finna leið út til þess að anda. Og það bara fylgir mér í öllu sem ég geri. Hvort ég er að hugsa persónulífið eða hugsa hvað ég ætla að vinna í. Ég þarf alltaf að finna eitthvað svona leið framhjá á eigin forsendum og ég gerði það síðan ég var lítil. En eitthvað hluti af þessu er að vilja ekki beygja sig undir svona autoritet? Nei, þú veist þegar ég var 14-15 ára að safna krökkum sem eru bara 3 árum yngri en ég og skipulega, þá var ég alveg, börn, ég vissi það ekki, en þú veist, það var alveg, palestinsbörn hafa líka rétt á því að eiga sumabúðir, þó ég segi hafa ekki efna á það og ég ætla bara að sá það og ég ætla bara að safna styrki og þú veist, ég veit ekki hvernig, en þú veist, náttúrulega uppeldin sem ég fekk líka, bara farið á eigin vegum og verði ákveðin. En þú ert líka þáttakandi í svona sem að leit út allavega utanfrá síðan sem eiginlega upprist barna gegn kúnni.
Hvernig gerðist það? Altså þessi uppreisn. Gegn kúnunni. Já, það sem að börn voru að Ég var náttúrulega... kasta steinum í brimmarða bíla eitthvað, en þetta var... Ég skil ekki hvað gerðist, en fyrst var ég, þú veist, ógeðslega hrædd. Þú veist, bara ef ég sá hermannabíl þá bara fór ég bak við vegginn og svona þetta byrjaði sem hræðslu og alltaf að reyna að forðast mér og eitthvað svona og svo gerðist það með tíma, ég nefndi þess ekki. Þú veist, ég var tilbúin, ég hef, ótrúlega þetta var sagt, ég hef elt bara hermannabíl, bara með skólataskan, hlaupandi, hvað varst að gera? Öskrandi út í götu. Þegar ég hugsaði tilbaka, ég er alveg sétt, ég myndi aldrei gera þetta í dag, en ég hef gert það. Ég var bara enough is enough, bara láttu mig í friði, ég er bara á leiðinni í skóla, hvað viltu? Þú veist, maður verður bara svona. Ég veit ekki hvað gerðist, þetta var fyrst hræðsla, þú veist, svo var ég sár og svo var ég bara reið og ætla ekki láta þetta gangast, hvort ég sé mamma og pappi, hvort ég sé hermennunum, ég var búin að fá nóg. Það var bara þannig. En það var ekki, þetta gerist inni í þér, en þetta gerist líka einhvern veginn bara í samfélaginu, því það eru fleiri börn eins og þú, börn og unglingar, sem að hugsa eins. Við verðum bara, þú veist, ég veit ekki hvað er sálfræðilega, þú veist, útskýringin af þessu, en ef undir kúgun, í svona mörg ár, í svona langa tíma, færðu ekki að anda, annarkort, þú veist, ferðu og gerðu eitthvað við sjálfan þig til þess að enda þessu, eða bara segir og hinga og ekki lengra. Það sé þannig að mannskepnan sé bara þannig að þú getur kúan og upp að einhverju marki að þá munur rísu. Já, það mun og við sáum þetta, þú veist, ef við endur spiklum á íslenska samfélagi og tölum kannski öðruvísi kúun og ofbeldis sambönd, þau lifa kannski 10, 15, 17 ár og svo er þetta bara búið og þá er það bara tekið á máli og fer bara til dómstólar. Hvernig ferð konan eða ofbeldis þólandi þetta orka eftir 17 ár? Ég held að við náum þetta tímapunkti sem við segjum bara nei. Ég held að það sé bara okkar eðli. Það er kannski öfugt sem maður geti haldið að ef þú ert búin að þora þetta svona lengi þá ættir að vera bugaður. En svo er eins og sé ykkur svona mörk þar líka. Já. Það er mörk í upphafinu, ég læt ekki bjóða mér þetta. Já. En svo eins og sé líka mörk sko ef þetta búið að ganga lengi. Já, þetta er fyrir að vera svona, allavega að maður sér mál fara, þú veist, svona ofbeldismál. Oftast þegar er svona one-on-one, þú veist, þegar er upplifin niðurlæging og allt það og svo fyrir þetta að vera ofbeldi og svo leis, þá er maður að sjá að, þú veist, ég lesi fréttanum að kona þú veist, ofbeldi sem stóð í 7 ár, í 10 ár, það er aldrei eitthvað stóð í 2 vikur. Nei, og svo getur maður fengið trú á mannkynið með þessu. Þetta er eins og niðurbrót verkalýðshreyfingar í Bandaríkjunum og meiri svona kúun á fólki og minni réttindi og þá allt í einu rís upp sko rosa kröftug verkalýðshreyfing það sem að eiginlega síst skildi. Já, það er ekki okkar eðli. Já, það er svo maðurinn bara þoli en honum er ekki ætlað að vera sko þræll. Já. Nei. Þú sagðir, þú hleypur á eftir brimvarða bílnum en þú gerir líka uppreisn og vilt ekki meir á heimilinu. Já. Hvernig birtist það? Ég bara, þú veist, þegar mamma og pappa fóru að rífast, þá bara stóð ég á milli og bara, veitu. Og svo segir mamma sko að hún tók ákvörðun að bara flýja Palestínu. Þegar ég bara ætla í pappa sko, það bara hætti þessu. Það stóð bara með vopn í hendi og ætlaði bara hóta hann og hætti þessu ekki. Þannig að hluta til fóru til Íslands þess að aðskilja þig og pappaðinn. En segðu mér þannig að þið bygguð í Jerúsalem. Hvað þýðir það? Hvað hefur verið að lýsa svona Jerúsalem frá ykkar sjónarhóli? Já, þetta er svolítið flókið en við náttúrulega sáum í fjölmiðla Vesturbakkan sem er palestínsku svæði, Gaza sem er líka en samt innilokað
og er Jerúsalem. Þegar ég bjó þar, það var fyrir Oslo-samningin, þá var Jerúsalem eiginlega og Vesturbakkan alveg eins. Þá búum við palestínumanna í sömu götur og Ísraelsmanna. Bara mjög blandað samfélag. Þegar það gengur vel, þá, þegar fyrir utan þess að daglega kúun, það er bara palestínumenn íbúa í Jerúsalem virðast að vera bara búin að sætta sig við það. Þá er þetta bara, daglega kúun, alltaf að opna töskuna, leiðin í skóla, máttu fara hingað, máttu læra í dag, máttu ekki allt það, en við getum að labba hlið út í götu, það er ekki nýtt. En þegar það er eitthvað að gerast, til dæmis þegar þau eru að fara, þegar Ísraelsmenn eru það sem valdi yfirlegt svona stór átök, þegar þeir banna múslimar að fara að biðja á föstudögum í Aqsa-moskan. Þá er það alltaf átök. Þegar það er þannig, þá bara förum við í sikkur átt, eins og í venjulega dag þá labba ég og það er einhver, Ísraelsmann vil inn á mér og hann fer hérna og ég fer hérna. Og þá byrjar, þessi átök. Þá getum við ekki labba saman í sömu götu. Annarkvort ég mun ráðast á hana eða hann myndi ráðast á mig. Þá verður svona mjög mikið tens. Þannig átökin er ekki bara á milli stjórnvalda og Nei, milli almanna. Það er bara fyrir niður eftir öllu. Já. Það verða allir. Að þau taka þátt í kónunin. Ef hermennir eru búin að loka moskan, þá eru þeirra bara venjulega borgarar af því þeim eiga að vera með vopn. Þá eru þeir að ógna okkur líka. Bara sem er almenna borgara. En við höfum engin rétti til að kjósa. Við höfum ekki engin réttindi whatsoever. Við erum á tímabundi, atvinnu og dvalarleyfi í Jerúsalem. Já, við höfum ekki sjúkratrygging, ekkert, engin réttindi. Bara eins og flottamenn. Þeir eru flottamenn. Við erum flokkar sem flottamenn, já. Og hafið aðstoð frá flottamanna hjálp Sameinuðu þjóðanna í Palestínu. Af því að það er litið á okkur bara eins og flottamenn. Við erum með, ég er með skirtinni, flottamaður í Palestínu. Þannig ég hef réttindi á að nýta þjónustan frá UN, NRA, en ég hef engin rétt í Palestínu, í Jerúsalem, en við höfum alla skyldu sem falla á líka ísraelska borgarar, það er að segja varandi skatta, sjúkratrygging og tryggingar og allt það, við höfum, ekki ég en pabbi þurfti að borga allt saman, hluti af laununum sínum. En það voru gyðingar sem bjuggu í hverjunu. Átturðu vin sem var gyðingur? Nei. Kom gyðingur eitthvað tímann á heimilið? Nei. Ekki Ísraela gyðingar. Jú, ég ætla ekki að segja gyðingar og því við áttum vini gyðingar sem voru palestínumenn. Þannig það er engin tengingin halla á milli. Gyðingur sem trúabragð áttum við vinir, hvort þessi frá Palestínu sem kallaði sig palestínumenn eða bandaríkjumenn. Það voru margir gyðingar frá bandaríkjunum sem gistu hjá okkur í gegnum hvern samtökunar mömmu. Komu til Palestínu í sjálfboðavinnu og gistu hjá okkur og eru gyðingar en við höfum ekkert á móti gyðingum eða nýtt þannig. Ég horfa ekki á það þannig og flestir palestínumenn. En Ísraelsmenn hafa aldrei farið heim til mín. Aldrei. En Ísraelsmenn eru allir gyðingar? Já, það er samt, já. En það er til, þú sagði, palestíski gyðingar, hvað er það? Það verða, eins og við áttum nágranna sem var vinkona mömmu. Hún segir ég sé palestínumaður og hún er gyðingur og talar hebrísku og alin upp hjá þeim. En svo bara giftist palestínumaður og segir hún að sé palestínumaður. Þá er þetta palestínumaður, palestínu gyðingur. Þannig að þú hafnaði því að trúabrögð hafi þetta snúst trúabrögð. Nei. Og ef ég gerði það þegar ég var lítið, ef ég segja gyðingar, hérna gyðingar hinum megin, þá mér var að leiðrétt. Þetta er Ísraelsmenn. Það er alltaf að vera aðskila þessu. Og alltaf að segja, amma mín að segja mér sögur þegar þau byggur saman, muslimar, gyðingar og kristintrú. Alltaf að reyna allavega að ala okkur upp að þetta er ekki vandamálið. Og sérstaklega að því foreldrar mínu voru ekki trúaðir og skiptir yngumáli fyrir þá hvað trúabröð hínu voru. Það er þá svona hugmynd svona good old times sem eru þá fyrir 48 eða ennþá aftar. Það sem að fólk hatt bara lifað í friði og bara ræktað upp vináttu og traust á milli.
Er það hugmyndin að sá tími hafi verið til? Stundum það þannig í svona þjóðernisbaráttu eins og Íslandi. Við höfum sagan okkar þannig að það var allt rosalega gott, svo mistu við sjálfstæðið og það var allt ömurlega vont, svo fengum við sjálfstæðið aftur og það var allt frábært aftur. En ef það er svona góðu tími þar sem að eins og það sem að gerist 48 er ekki bara atburðin heldur að eyðileggur það líka bara traust á milli fólks og bara þetta er svo djúpstætt, þetta eyðileggur samfélagið. Er hugmyndin svo að það sé hægt að endurreisa þetta eða er þetta eitthvað sem að var en mun aldrei koma aftur? Það er mjög erfitt að endurreisa þetta. Þegar þú ert búin að brjóta trausti svona í mörg ár og reyna þjóðhreinsa fólkið bara ég hef eins og ég held að þetta er búið eins og að var myndi aldrei vera aftur eftir allt það sem er búin að gerast og ég get ekki ímynda mér hvernig allar að samfæra ömmu mína að horfa á börnin sína deyja og landi hennar tekið af henni og hún er bara orðin flottamaður í Jerúsalem engin réttindi er nýtt ekki með mannin sín sem var bara drepinn á leiðinni og hún horfði á þjóðarmorð flúði segja hana, herru, nú ætlum við bara að gleyma þessu og fara aftur í það sem var. Nú verður öll dýrin í skóginum vinir eins og segir í. Ég er sjálf reið, ég hef engin réttindi í Palestínu, engin. Ég fór 2004 og ætla að reyna að sækja dvalarleyfi, bara til þess að vera með eitthvað og þá fannst ekki fæðingavatn orðið mitt og þar alveg ert þú bara engin sönnun fyrir því að ég sé Palestínumaður. Það er hluti af stefnu Ísrael er að hrekja Palestínumenn á flótta og gæta þess að þeir geti ekki komið tilbaka. Já, það er bara þannig. Ég fer til Palestínu sem Íslandingur en það stendur á vegabréfi mitt fæðingarstaður Ísrael. Ísrael? Já, ég hef ekki rétt á palestinska vegabréf út af því ég er frá Jerúsalem, ekki frá Vesturbakka í Gaza og ég hef ekki rétt á dvalarleyfi út af því ég fór frá Palestínu til Íslands. Þannig ég dey og barnabörnum mín þau hafa ekkert það hver ég var annað en í Ísraeli. En er þetta ekki ástæða fyrir því að pabbiðinn vill ekki að neitt fari? Já. Því ef þú ferð, þá ert að gefast upp. Og hann segir það. Þá er þetta að færa Ísrael sigur. Já, og hann segir það. Og hann sagði það, ég elska ykkur, ég myndi aldrei geta selt landið mitt. Það er hans hugmynd að fara úr landi, er að selja landið sitt. En svona hugmyndunum að eitthvað geti svona orðið gott aftur, hún er farin. Hvað er ef við horfum á þetta tímabil frá 48, það sem er að gerast á Gaza núna, er það alvarlegasta sem hefur gerst? Eða er það svona, er þetta svo alvarlegi viðburðir að til dæmis svona eitthvað Osloa samkomulag eða að sé hægt að finna eitthvað þráð og halda áfram að einhverju, er þetta bara þannig að þetta eru eiginlega kannski snemmt að segja það, hvað? Nei, sagan segir, þau eru, eins og Sabra og Satilla, þegar það var þjóð morð og hreinsuðu heila bær í Palestínu. Ég held að ég man ekki alveg núna hvað ár það var. Þar, þið eru búin að þjóðhreinsa alveg og drepa og hreinsa heila borgir í Palestínu áður, Ísraelsmenn. Þetta er ekkert nýtt. Eina sem er nýtt núna að við sáum þetta, að hínir sáu þetta. Þetta gerist alveg búin að gerast síðan 48 var gert nokkru sinnum að bara þurrka út borgir í Palestínu. Það var ekki talað þetta og það var ekkert svona eins og það er í dag. En er þetta ekki samt þetta sem er að gerast núna á svona stærri skala? Þetta
það ekki? Þetta er á stærri skala, miklu meira fjölda, en þetta er líka í beinni útsendingu. Þannig við getum ekki sagt, og ég vissi það ekki, við getum ekki sagt þetta hafði ég vita, ég hafði bara, þú veist, tekið þátt í að stoppa þessu. Það er munurinn núna, að skömmin á okkur, hérna, sem við búum hér og erum ekkert að gera neitt. Þannig, mér líður þannig og ég vil bara trúa því að eftir allt þetta sem að gerast í Gaza, getur ekki versna og verður bara betra. En þegar maður að fylgjast með Netanyahu þar sem hann er að segja og Bandaríkjunum hóta honum og allir að hóta honum og hann er bara þá er ég alveg, ég veit ekki hvernig þetta endar sko. En ég vil svo innilega að þetta endi bara. Það er stundu svona erfitt að sjá, hvað ég sagt, ljósin við endan á göngunum að því að það hætti að vera þarna að því að þetta er einhvern veginn komið, það er ekki hægt að fara lengra í þess aft. Samt er ekki ljós, þú bara gerir ráð fyrir þessi ljós. Já. Þú sér það ekki. Við verðum að gera, við verðum til þess að, svo ég hugsa hvað get ég gert, þú veist, fyrir utan að allt þetta og ég hugsa ég verða þú veist, halda heilsan í lagi að við leið að opnast, þá þurfum við öll að fara og byggja þetta aftur upp. Og mynd þú gera það? Að sjálfsögðu, auðvitað myndi ég fara leið að opnast og byggja þetta upp, aðstoða. Þannig ef þú segir það að þú geti farið með fyrirtækið þitt til Palestínu, þá myndur þú bara fara strax. Nei, ég myndi fara til Gaza og hjálpa að byggja upp. Ég er ekkert að fara að flýtja þangað. Ég er að fara að hjálpa þeim að byggja þetta aftur upp. Okay. Af því við þurfum öll að gera það, allir sem geta gert það. Herðu, hvað varstu gömul þegar mamma þín sagði þér að hún ætlaði að taka þig og börnin með sér til Íslands? Það var bara, ég var 16 ára, eða 15 ára, nokkrum mánuð áður en við komum. Og hvernig brástu við því? Þetta var mjög blendina tilfinninga. Ég vildi, þú veist, losna frá þetta heimilis ástand, en ég vildi ekki fara frá Palestínu, frá vinkonunum mínar á þessum aldri. Þau voru náttúrulega fjölskylda mín, allar vinkonur og vildi ekki fara frá pappa. Þetta var mjög erfitt, sko. Að heyra þetta, hún hefur ákveðið þetta. En hvað, hún er búin að ákveða þetta, hafið þú okkur af valkosti annað en að fara með henni? Gastu? Nei, annarkort kemur með að vera bara einn eftir. Þannig, nei, eiginlega ekki. Og Palestín, hún vildi fara? Það var sama hjá henni. Það var ekki já, við viljum það, heldur bara hvað annað getum gert, sko. Þið vissu eitthvað Ísland, það ekki svo, ég meina, mamma henn hafði verið þar í 1 ár og bróðir hennar hafði búið hennar. Og hann og fjölskylda hans komu reglulega til Palestínu, þannig dætur hans, hann á 5 börn á Íslandi sem komu reglulega til Palestínu og kentu okkur að blóta og telja og eitthvað svo leist, þannig við vissum alveg aðeins Ísland. Á íslensku? Já. En hann hvað er Salman Tamimi? Það er merkilega maður. Mjög merkilega maður. Þau systkinin mjög flott, sko. Hann er alveg hafði mikil áhrif á Íslandi og frábær talsmaður palestínumanna og og svona skýr í öllu en líka einhvern veginn svo virkaði svona út af við sem svona stór maður og glaður maður, kærleiksríkur maður. Þetta er akkurat hann. Já. Það var alltaf hlegið endalaust þegar hann var á staðnum. Hann var svo, stór karakter, kærleikur og léttur, samt ákveðin og vissi hvað hann vildi. Mjög klár. Þau bæði, hann og systir, mamma og hann, mjög klár. Þegar ekki neginn náði þau áttu. Hvað meinar með klár? Er það að vera svona svolítið grindur eða er það að vera svona vitur? Nei, grindur. Hvað er að vera klár? Þeir eru mjög grindir. Grind? Já. Hnífskarpur? Já, þau eru það. Og náðu alltaf sínu markmiðum, hvað sem þau settu fyrir. Tóku rétta ákvarðanir í lífinu. Þrátt fyrir að hann kemur 16 ára til Íslands. Kom og ætlaði bara að stoppa stutt og fara svo í háskólanámi, svo var hann lengur á Íslandi
þú veist, kláraði námi hér í tölvunarfræði og mamma kláraði líka í félagsfræði, þú veist, þau alveg náðu alltaf sínum markmiðum og voru mjög skýri við það sem þau vildu og mamma var fyrsta kona af erlendu uppruna á Alþingi og hann stofnaði muslimafélagi og meðstofnandi félag Ísland-Palestínu. Við eru, já. Afreksfólk Já. Í svona félagsuppbyggingu og pólitík. Og kommunistar eða? Nei. Þau komu alltaf til Palestínu í heimsókn, þá var hann léttur og eitthvað svona. Ég þekkti hann ekki þannig, það var svona trúaður. Og þegar við erum nýkomin til Íslands, hann var ekki svona. Ég held að byrja upp á árið 2000, þá byrja hann að tengja strúna meira. Akkur heldur það sé? Ég veit ekki, að virðast að vera svona með aldurinn. Það geti komið fyrir þig. Ég vona ekki. En það virðast að vera svona, eitthvað bara svona að vera nálagt byggjast hræslu. Það geti verið uppgjöf eins og ég setja í Palestínu. Er það uppgjöf að snúa sér að trúnni? Finnst mér, já. Ég sá það allavega að gerast í Palestínu þegar ég var bjó var allir bara mjög svipað og ég og svo leiðist, þú veist, bara kannski 2 í bekknum með slæðu. Svo fer ég 2000 og, man ekki, ég held þessi 2012 og þá var bara, þú veist, 8 af hverju 10 eru komnar með slæðu. Þegar ástandi búin að vera svona í langa tíma, fólk bara, hvert maður snúa okkur annan en til Guðs? Já, mér finnst það að vera svolítið uppgjöf. Stundum þetta með huga að eins og til dæmis víða í Afríku og líka í Arabalöndum, að þá svona hugmyndin sem að var kannski svona fyrri hluta 20. aldar, að þá voru Vesturlönd fyrirmyndin og til þess að vera með framfarir, að þá tók fólk upp svona vestrana leið, annarkort leið til aukins lýðræðis eða leið til aukins jafnréttis og taka upp kommunisma eða sósíalisma eða svona frjálslyndi og borgaralegri borgaraleg réttindi og aðgreina trúarbrögðin frá. En síðan svona kannski bara upp úr miðri síðustu öld, að þá vex svona vegna þess að svik Vesturlanda gagnvart Arabalöndunum og Afríku og Suður-Ameríku sem líka eru svo mikil að það eiginlega ekki hægt að mynda samstöð í löndunum með eitthvað hugmyndafræði sem vestræn. Og þá segir fólk, sko, við verum við getum tekið sósíalismann, en hann verður arabískur sósíalismi, segir Nasser eða og í Afríku segir þetta. Og það ekki hægt að bjóða fólki upp á eitthvað sem á sér bara svona vestræna rætur, vegna þess að það eru Vesturlönd sem að valda því að við erum kúguð, að það er búið að ræna auðlindunum okkar, við erum valdalaus, það er búið að ræna landin okkar og þeir eru að ræna menningun okkar með því að þessu helvíti strassli sem koma með frá Hollywood og endalausar hugmyndur hvernig við eigum að hafa hlutina eins og forsma menningu okkar í. Þannig að sömuleyti getur þetta líka verið það að hvað höfum við þá? Já, við höfum trúna sem öðruvísi heldur en við Vesturlöndum. Þannig að við byggjum á henni. Það alveg hárrétt hjá þér, og líka kannski að bæta við að þessi nýlenda stefna, það ekki að við vildum taka, þú veist, þetta var bara þvingað. Það alveg bara tróðið. Já, þú veist, það ekki eins og, einmitt, við horfum upp til vestræna heimur, heldur að okkur var þvingað að, þú veist, með nýlenda stefna að því ætti að vera svona, annað ránt. Ef þú ert ekki, þú veist, þannig, já, þetta svona og mikið rætt úti, þú veist, að við verðum að passa okkur að halda í menningin og halda í hver við erum og ekki láta þetta sem að gerast að blekka okkur. Og Palestínumennir gera mjög vel, halda í menningu og halda í, þú veist, mikið líka, þú veist, í það sem búðirnar sem ég tók þátt í og allt í kringum okkur, það alltaf að passa að við kunnum okkar dans, debki, við eigum okkar búninga, tölum okkar mál, allt það að reyna að halda í það. Og okkar trú, segir sumir, þótt að þú segir það. Já, jú, okkar trú, en líka ef einhver fer út fyrir, þú veist, og að taka þátt í svona kolonisma eða nýlenda stefna, þá það bara bent á það. Þú veist, að þetta ekki sem við erum. Og akkur erum við meira svona, þú veist, eins og ég man eftir því að alast upp að, þú veist, svona sósíalista og kommunista, þú veist, til dæmis Saddam Hussein opna allum háskólum sínum fyrir allum palestínumenn ókeypis.
og það var gert líka í Rússlandi og þess vegna erum við meira hugsa meira, Bandaríkin imperialismi og allt sem við erum búin að vera að gera og allavega Bandaríkin ekkert eitthvað sem við viljum vera að fylgja eftir þeirra menning. Það alveg útilokað í okkar heimur, í Arabaheimur, í Palestínu, Bandaríkin sé einhver fyrirmynd. Við horfum á hinum, Rússlandi sem opnaði fyrir okkur, sem lagði mikið áherslu að Palestínumenn mennti sig, enda við erum með hæsta menntunarstig í Miðausturlöndum og það Írak, Rússland, Sýrland, kommunistalandi kring sem. Bandaríkin getur kallað þetta öxulveldi hins illa. Já, já. Og Bandaríkjamenn eiga mjög erfitt með að sætta sig við það að þeir séu ekki fyrirmynd. Þeir telli það bara að vera... Ég held ég var eitthvað... Ég man eftir því, sko. Ég var 9 ára. Þegar það kom einhver hópur af, einhver samtök erlendis og safna palestínumenn og við áttum að teikna á svona, á steinum. Hvað heitir þetta? Við áttum að teikna og svo eru þessi steinar teiknar og var sett upp veggi New York eða eitthvað svo leiðis. Og ég var eitthvað 9 ára og að teikna á flís. Og ég skrifa Vító. Ég vissi ekkert hvað það þýðir. En umtali var alltaf að Bandaríkin alltaf að víta okkur. Þessi Sameinuðu þjóðanna var að samþykkja þessi ákvörðun. Ég man það ekki núna, en ég myndi númer 727 var samþykkt en svo var að víta og það svoleiðis umræða Bandaríkin. Alltaf standa með Ísraelsmönnum gegn mannréttindi og okkar veru. Svo var það líka oft sem að fólk í þessum löndum upplifðu svo mikla hræsni í Vesturlöndum. Ég man eftir þegar ég var í Vestur-Afríku þá var alltaf verið að alþjóða gjaldeyrisjóðurinn og leiðin til þess að fá lán til einhverju uppbyggingar var að breyta einhvern veginn samfélaginu að vestrænni fyrirmynd og meðal annars var svona hugmyndum það að leiðin til þess að búa til tryggt lýðræðisríki væri að stækka millistéttina og alls konar svona tal. Og þá svaraði nígrísk kona eins og þessi, hvað þið að koma til okkar og segja að við að byggja upp millistéttina? Ég hef verið í Evrópu, það vil engi verið millistéttar. Það vil fólk verið alveg súperríkt og súperríka fólki stjórnar öllu. Hvað þið að segja að við að fara að byggja upp einhverja millistéttir að þið sjá ekki það? Það svona hugmyndur að það sé alltaf verið að þröngva upp á okkur einhverjum gildum sem að þið eins og getið ekki að því að það svo ótrúlega langt á milli þessa svoköllu vestrænu gilda sem að þau halda fram að þau séu boðbera fyrir og það sem þau eru raunverulega að því að við erum í heimsluta sem að lýðræðið að gefa eftir og það sem hefur verið að þrengja tjáningafrelsi og við erum með Julian Assange í fangelsi og þannig að það þessi tvískilningur og hræsni í Vesturlanda sem að fer alveg í taugarnar á fólki. Já, líka mér, ég skil þetta ekki. Við erum að tala hafandi búa hérna svo lengi í Evrópu og tala tjáningafrelsi og trúfrelsi og þú hefur rétt á því að vera þar sem þú vilt vera, þangað til að kemur ekki kristintrú. Akkur mega múslimar ekki auðgað trúna sína. Af hverju erum við að fara þangað og breyta þeirra menning? Af hverju? Hluti af menningunni í Arabalöndum byggt á trúabröðum. Akkur það að fara taugarnar á okkur? Þegar við stærum okkur á því að okkar menning sé byggt á trúabröðum. Já, en við megum samt auka okkar trúabröð hérna eins og við viljum. Þetta mjög skrítið, sko. Og það sá allir í gegnum þetta. Þess vegna stóri hópur sem Palestínumenn allavega ekkert að þiggja aðstoð frá Bandaríkjunum. Það náttúrulega múslimski karlinn, hann vondi maðurinn. Hann hefur tekið við af nasistanum eða einu sinni var það Suður-Afrikanar í smástund. Vondi karlinn núna eiginlega í bara bókmenntum og bíómyndum yfirleitt múslimi og múslimskur ungur karlmaður í neðaerðalest í Bandaríkjunum eða í París með íþróttatösku við hliðin á sér. Fólk horfir á hann og lítur á hann sem ógn. Hann geti sprengt upp lestina. Og við erum, veit ekki, heila þegin af þessum hugmyndum.
Og mér hefur dottið í huga að það er líka svona myndir sem eru birtar af trúarbrögðum, til dæmis ef við ímyndum okkur sem að horfa á ameríska bíómynd, spennumynd, svo kemur bænakallið. Það er ógn í því. Það er ógn í því að sjá menn beygja sig niður í takt og þá er svona hugmyndin það að þarna eru menn sem eru ekki að taka ákvörðun sem einstaklingar, þetta er sem hópur, þeir eru heilaþegnir. Þetta er bara notað til þess að afmennska múslima og bitnar náttúrulega meira á múslimsku köllum sem eru bara er eins og svarti maðurinn, bara ógn sem að hvíti maðurinn er hræddur við. Þetta er bara áráða og stereotypa og ekkert nema fordómur. Ég skal segja við þig hvernig ég sé múslima kall fyrir mér. Já. Ég á, ég veit ekki, 50 kallmenn í kringum mig, trúar og ekki trúar. Þeir eru mjög hress, svona Salman hress, flestir. Þau hugsa mikið mat, hvað var í matinn, hvað maður borða og þeir eru að reyna... Og vilja borða saman eða? Og þau vilja borða saman, en matur er mjög mikilvægur. Hvernig hann bragðast, hvernig hann elda hann, hvernig hann settur fram og tilbúin að gera hvað sem er fyrir fjölskyldinu sína. Ber ábyrgð á henni, finnst það að vera bara eilífa ábyrgð, fjölskyldan. Það er mismunandi hvort þau hafa skoðuna á því að konan er að vinna eða ekki. Ef hún vill vinna þá má hún eiga peningana, þannig hún heldur ekki að hún er að fara að vinna og taka mitt hlutverk. Ég skal venda ykkur. En ég sé það ekki sem einhver, með þessi mynd sem voru að setja upp með einhverju taska í endurjarðarlast, minn muslimski maður væri með falafel í töskunni, þau eru svo mikið matarmenn. Ég upplifa það ekki þannig. Ég hef, bróðir hans pappa er mjög trúaður og býr í Jerúsalem og þekktur trúaður maður og hann hefur aldrei sagt við mig fýta akkurat ekki með slæði. Ég var 2013, 2009, ég fer 2 ára fresti til Palestínu, fer Hilsebon og hann hefur aldrei sagt við mig akkurat með slæði, konan hans sem er slæðið við bönnin hans, hann hefur aldrei spáð í því. Ein dóttir þeirra er ekki með. Þau eru ekki þessi mynd sem er að reyna að tekna og er að reyna að búa til, þetta er ekki við. Ég ætla ekki að afneita til öfga múslimar eða hvað staðar. Þau eru ekki mér hluti og við þekkjum þeim ekki og okkar samfélag, múslima samfélag og er svo falleg og það er ekkert af þessu sem vesturræna búa halda og eru hrætt við að íslamistar að fara að taka yfir og ég veit ekki, við hefum engan áhuga á því. Ég er búin að hitta fólki sem eru búa úti, fólk sem hefur flutt til Íslands, það vilja allir búa bara í sáttu samlendu við samfélagi sem þau eru í. Ef eitthvað það er í trúna, í trúin, í muslimatrú. Ef þú lítur til annarra landa, þá ber þér skylda að fylgja þeirra lög og reglur á undan okkar trú. Það er bara þannig og það vita allir. Og það gera allir. Það sem ég var að lýsa var náttúrulega hvað Vesturlönd eru upptekin af óttanum við Íslam. Ég var eins og í Danmörku og var að fara til Vestur-Afríku og fór svona í stæðstu bókabúðinu þar og mantaði bara eitthvað að lesa, það var að fara í 8 tíma flug og mantaði að lesa eitthvað Afríku og það var svona rekki frá gólfu upp í loft málefni Afríku. Það voru svona 92% af bókunum voru umskurð kvenna, einhver múslimskur maður hafði rænt börnunum, það var bara nokkrar hillur og eiginlega svona ógnina af Íslam. Og þetta er bara svona dæmi, bara í Kaupmannahöfn, hvernig sjá Vesturlönd Afríku og það er bara 92% er þetta, ógnina af Íslam.
Þannig að Vesturlönd eru alveg obsessed. Alveg heila því og hræsla, rosalega mikið hræsla byggt á þessi áróðu að að íslamistar að fara að taka yfir, ég hef heyrt það sko, að þú ert öðruvísi fíta en íslamistar að fara að taka yfir, þú veist. Það er ekki þannig. Það eru fleiri eins og ég en eins og þessar bækur sem að lýsa. Þetta er bara rangar hugmyndir okkar menning. Segir meira svona klikku Vesturlanda heldur. Ég meina Íslandinga hafa farið til Palestínu, hafa farið til Abu Dhabi, Dubai, Egyptalandi, þú veist, er þetta svona? Allir sem hafa farið, ekki bara lesa þetta eða hlusta á fréttir, vita alveg þetta er ekki rétt. Þetta er sér þetta. Herðu, þetta var svona formál á því að þú ert á leiðinni til Íslands 16 ára gömul. Já. Og þegar þú kemur til Íslands, þetta er nú ekki góður tími að flytja milli landa 16 ára. Nei. Það sem að þú ert búin að rækta upp nýtt félagsnet í vinum þínum, meðal annars að því að þér líður ekki vel heima og þú ert bara rifin upp með rótum og sett hér hvar? Breiðholti. Og hvernig var það? Og það var hræðilegt sko. Það var mjög erfið, ég veist já, ég myndi segja fyrstu 2-3 árin voru rosalega erfið. Einmitt að koma til Íslands, við komum í janúar, bara snjór og þú veist, við kunnum ekki labba, við áttum ekki viðandi fatnaði, það var ekkert fjölmennilegt samfélag, þú veist, við erum eiginlega eina brúna fólki sem voru hérna á svæðinu, tölum ekki máli, skildum ekki neitt, einmitt viðkvæmur aldur, þetta var, já, ekki skemmtileg tíma. Líka, það var heldur ekki, þú veist, ekki bara, þú veist, voru ekki brúnt fólk heldur, það var ekki búið að setja upp kerfi fyrir innflytjendur á þessum aldri. Þannig ég og systir mín vorum alveg, þú veist, við vorum í Breiðholti og það var bara, ok, við erum ekki með aðstöðu fyrir það í Breiðholtsskóla, nýtt hérna í kring, þannig við þurfum að senda þær í Östurbæjarskóla, það er einhver nýbúadeild þar í kjallaranum, þar við vorum sendar þangað sem var hræðilegt út af því taka strætó og við týndumst eitthvað 100 sinnum og svo fundum við Östurbæjarskóla en svo krakkarnir sem voru með okkur í skóla bjuggu eitthvað þar sem við byggum þannig að þetta var alveg tók okkur lengri tíma að eignast víni og kynnast samfélaginu út af þessu Þið voru stutt á millikar eða ekki? 1 ár, já. Þannig að þið eru svolítið svona Já, sem betur fyrir ég veit ekki hvernig hafði Kannski hefur eignast vini fyrir Já, það getur vel verið en það var alveg styrkur að hafa hana þú veist að við erum 2 En að því ég hef búin að spyrja fóreldrana þína að þið eru þið nánar systurnar? Mjög nánar Við erum Palestín er elst svo ég er Fíta svo er Vala, hún býr í Neskaupstað Hún er nokkrum árum yngri eða ekki? Jú, hún er 5 árum yngri Svo er bróðir minn mest og svo er bróðir minn sem býr í London og svo yngsta sem fættist á Íslandi, Bísó. En hvernig hvað er þetta, svona 2-3 ár þar sem að þið eru raunverulega einangruð í Já, þetta var mjög erfitt. Og því að við vorum að tala áðan að þú ert í Palestínu og þú ert ekki velkomin í samfélagið að þú ert Palestínu. Ég spurði hvort að það væri sama því að þú væri kona en þú hafnaði því. En nú ertu komin til Íslands og þú ert brún. Það er ekki gott á Íslandi. En það er ekki jafn slæmt samt að vera Palestínumaður í Kúar og Egilandi. Þú veist, maður er svona einhvern veginn réttlæta, þú veist, þú ert innflytjandi, þú ert ný. En þú ferð að vita að þú ert ekki við. Já. Og þú verður að vita það bara allstaðar. Af því að þú talar ekki fullkomna íslensku. Eða þú ert eitthvað aðeins öðruvísi. Já, en þá að það er reglulega bent á það, þrátt fyrir öll þessi ár, að þú ert ekki við. Og þetta fólk og þessi fólk og að blanda það saman og umræðan, sérstaklega núna er alveg bara mjög allavega þú veist, þung og sérstaklega, þú veist, allt sem er að gerast í Gaza og eitthvað svona, við erum búið að fara í viðtal til þess að ræða málefni innflytjandi á Íslandi, ég geta það ekki, erum við að fara þangað aftur? Ég er ekkert að fara að taka þátt í því. Hvað áttu við með því? Okkur viltu ekki? Út af því við vorum komin lengri en þetta, við vorum, þú veist,
áróðan, þetta alveg eins og bækurnar hillan hérna sem þú sást þetta orðið svoleiðis að ég get ekki. Þú meinar að svona svo vettvangur sem boðið upp á núna að ræða þessi mál, hann eiginlega óboðlegur. Ég ætla ekki að fara að svara því að þegar fólk að segja ef þú ert með hérna 2 börn af pólskum uppruna í bekknum, þú ert að fara að tapa íslenskuna. Ef fólk heldur það virkilega, ég ekkert að fara að taka þátt í umræðuna. Það ekki það sem við vitum það, við erum að búa til áróðu, við erum að búa til falska fréttir, byggja upp hatur. Ég get ekki varið það núna allavega ekki á meðan það sem að gerast, en fólk verður að vanda sig. Þú meinar að þú værir að svara spurningu sem eiginlega óboðlegar. Já, bara fyrir neðan. Vist ágætt dæmi þetta var hérna þegar hommannir voru fyrst að berjast fyrir hérna fá að vera hluti af samfélaginu. Þá var þeim boðið í sjónvarpssal. En þá þurftu þeir alltaf að ræða við hérna Gunnar í krossinum eða það þurfti alltaf að ræða við eitthvað sko stjórnlausa öfga eins og þeir væru stjórnlausir öfgar sko. Ég meina þeir eru bara eiginlega miðjan, bara svona klassísk humanísk krafa að allir fá að tilheyra samfélaginu en þá þurfa þeir að verja það fyrir hérna einhverjum öfga dellu hugmyndum. Já, það akkurat, ég vissi þetta ekki en mér líður þannig. Ég að fara að verja einhverju öfga til þess að fá, þú veist, jafnaði grundvöllur til þess að, þú veist, þetta bara ekki rétt að ég ætla ekki að taka þátt í þessu. Og eins og ég segi, ég búin að sjá umræðan og tala þetta útvarpi og sjónvarpi og eitthvað og fólki virkilega heldur ef það pólverjar í bekknum hjá börnum þínum, þau að fara að tapa íslenskan. Þetta að djóka það? Við að ræða það? Þannig ég ekki. Svo verður þau náttúrulega miklu frekar að tapa íslenskunni út af áhrifum af bandarískri menningu. Nákvæmlega og alla þessi miðlar og allt samfélagsmiðlar og allt sem við erum að nota og hérna, þýðinga á íslenska máli og allt margt sem spila inni ekkert af þessu kemur innflytjendur við. Nei. Við erum bara að búa til eitthvað bull. Nei. En aðeins varandi þetta að því að þú upplifir að þessi vera að færa tilbaka og þú ert hérna innflytjandi sem búin að koma þér ágætlega fyrir í íslensku samfélagi. En síðan umræða hælisleitendur og alls konar svona. Það, altså, ég bara velta fyrir mig hvernig, svo erum við að tala innflytjendur, þá það kannski að langstærstum hluta það fólk frá Austur-Evrópu sem að koma í vinnu stundum í mjög tímabundi, algjörlega og jaðri samfélagsins, fólk sem geymt í láglaunastörfum einhvers staðar og býr í verbúðum og hefur eiginlega litla sem enga aðkomu inn í samfélagið. Það hvort þetta sé sami hópurinn, hvort að þú upplifir að þú eitthvað, átt þú meira sameinlegt með hérna, manni frá Rúmeníu sem að vinna við að byggja Landspítalann eða ég? Þig. Já, ég á meira sameinlegt með það. Nei, ég horfði á mig sem Íslendingur og á því bara hvað með þessu að tala þig sem innflytjenda þá verið að segja að ykkar hagsmunir farið saman, þú og maðurinn sem vinna það. En kannski hann bara með ríkari hagsmunir við mig. Já, alveg örugglega. Ég þoli ekki að segja þegar stjórnmálamenn og fólk sem hafa áhrif yfir samfélaginu að blanda þessu saman. Innflytjendur, flottamenn, þú veist, hérna, ég var svo furious eftir þáttunum í Kristrúnu. Ég var alveg. En hvað heyrðist þér segja? Nú varu deilt það eftir á hvað hún sagði raunverulega. Það sem, ég fekk stingi í hjartað, sko, ég var komin upp í rúm og var að lesa það sem ég á ekki að gera. Ég las það, ég hlustaði ekki. Og það sem ég las það hún að segja að, þú veist, dóttir hennar koma frá stabil fjölskyldu og hafa innflytjendur börn í bekknum myndi ekki hafa áhrif á hana, en hínir sem að koma frá óstabilu heimili gæti. Nei, það var alveg bara langt fyrir neðan það sem flokkurinn hennar stendur fyrir og bara jafnrétti, mannréttindi að taka börn út fyrir sviga og var að segja að þú skaða börnin þín út af uppruna þeirra börn af erlend, og svo blanda hún saman börn af erlendu uppruna, innflytjendur og flottamenn, börn af erlendu uppruna eru börnin mín sem eru fætt og alin upp á Íslandi og íslenskar móðurmáli þeirra. Þú að segja þetta og fólk fara að ræða þetta heima hjá sér og börnin að fara að tala þetta í skólan með börnunum mínum?
mér fannst það bara galið sko. Og svo, hún sagði að eins og við getum tekið á móti fólki sem að kæmi hingað og vildi vinna en það væri kannski erfiðleikum bundið að taka á móti fólki sem að væri stríðskaðað eða hefði orðið fyrir einhverjum áföllum. Herður hann að segja það? Að við ættum kannski það sem fólki sem þarf mestu hjálpina á að halda, að við ættum að neita okkur að hjálpa þeim. Ég heyrði það ekki, en þú veist, ég ætla ekki að þykjast að vera sérfræðingur í, þú veist, ég er ekki með tölur eða tölfræði hvað Ísland getur tekið á móti mörgum og hvað þjónusta getur það veitt. En það komin einhver ákvörðunhópur sem við erum búin að gefa leyfi og sagðumst að við getum tekið á móti flottamenn, grundvelli fjölskyldusameiningu eða þú veist í samninga við Rauða krossi og koma með kvóta flottamenn. Við þurfum að sinna þessu. Ég held Ísland alveg getur tekið, þó ég þekki ekki tölurnar, en Ísland væri besta staður til að taka á móti slíku fólki. Ég kem þaðan, þú veist, frá stríðsbarn, traumatæst bara og er að gera rosalega góða hluti. Þegar þú kemur hingað þá ertu eiginlega bara tómt vesen. Tómt vesen, bara að ruggla alla. Með hryllilega reynslu og erfiðleika. Í dag ég fulla vantrausti og skeptísk gagnvart yfirvöldum og skemmta innan. Það mátti ekki nýtt fara úr skeið, þá var ég komin niður í geðdeild. Þú veist, við fórum gegnum þetta allt saman. Ég er ekki að segja, ég hef unnið að þessu sjálf. Ég fekk mikill stuðningur frá geðdeildin, frá sjálfræðinga og geðlækna og allt það, þú veist, ég náði að vinna mínu máli og það sem ég er í dag og Ísland átti stóra þátti í því að ég er það sem ég er í dag og ég er 100% viss að Ísland getur gefið flerum þetta tækifæri. Það sem gáðu þér? Já. Herru, förum í strætó og þú ert 16-17 ára. Strætó. Það er snjór úti og þú ert vot í fæturnar. Já. Þú ert illa skóuð. Átti erfiðleikum með gangi í hálku. Já. Hvað sástu fyrir þér að yrði úr þér? Ekki neitt þá, sko. Vorum verið mjög þunglind, saknaði rosalega mikið heima. Vildi eiginlega ekki vera á Íslandi. Vildi alls ekki vera. Pabbi hringi á alveg komið aftur heim og fjölskyldan komið aftur heim og vinkonurnar. Veist, ég lifði fyrir það fyrsta, ég veit ekki, 12 mánuði bíða eftir postkonan koma með bréf frá Palestínu. Það var náttúrulega ekki netið en eitt þannig, þannig við þurftum að bíða eftir postunum, bara bréfpost. Frá hverjum bréfið? Bara vinkonunum mínar, já, pabbi sendi líka. Þannig þér fannst Ísland vera bara að þrengja að þér og þegar þú dregur frá og það bylur úti og þá segirðu bara Ísland, dæmigert Ísland. Já. Og veist, kallt og ég er ekki velkomin hérna, ekki hlýtt. Vildi bara alls ekki vera hérna og svo líka var 95, það var snjóflóða á Húsavík. Nei, á Súðavík. Súðavík, já, Súðavík, já. Og við vorum bara í sjokki, sko. Við heldum þetta var bara eitthvað sem gerist dagstaglega, hörmungur en við þekktum ekki hvað var að gerast, það var heldur ekki útskýrt fyrir okkur. Svo gerist það stöðstu síðar á Flateyri, bara innan við ári. Já, en við heldum, þú veist, það var ekki útskýrt fyrir okkur og við heldum að það gæti gerst þegar þú ert að labba Miklabrautina. Þannig þetta var mjög erfið tímar og við vorum alveg bara að tala þetta systurnar að við myndum frekar vera skotin eða fara undir snjónin hérna á leiðinni í skóla. Þannig þetta var mjög erfitt, alveg bara einangrar, skildum ekki neitt, vitum ekki neitt og lítum öðruvísi út, að koma úr þessu stóru áfalli. En hvað breyttist þú? Er þetta bara tíminn sem að jafna maður sig bara á tímanum eða gerist eitthvað? Það gerist ekki neitt, þú veist að við fengum ekki þessi stuðningur eða neitt, við skefti því. Á þessum tíma þá var bara, þú veist, fari ég í skóla, eða hvað? Ekkert, ég man eftir mamma fekk mikið stuðning og yngri systkini. Ég er bara að tala um mig og eldri. Við vorum úlingar að var með að vera fullorðin. Ekkert. Duttu á milli eitthvað. Já. Þannig mamma var hjá félagsráðgjafi og fekk stuðningur við að þú veist koma fjölskyldunni sína og svona byggja þetta upp aftur. Yngri systkini voru komin inn í grunnskóla og fengu að sér stuðningur. En við vorum bara komnar í iðnskólan og bara... Hvernig gekk þér í skóla?
bara ég náði ég var ákveðin í því að klára menntun það vissi ég ætla að klára skóla og fara aftur heim það var planið en mér gekk vel í ég náttúrulega fyrst var þetta erfitt ég þekkti ekki hérna innskólinn og átt að mæta í þessu stofu og eitthvað þetta ekki einhver kennari lappar inn og út þetta þetta kerfi þannig ég var mjög lengi átt á mig á því hvernig þetta virkar og svo loksins náði ég að mæta á réttum tíma var bara mjög einmanna átti enga víni þetta var bara hundleðilegt sko og engin sem að svona kom til þín og reyndi að láta þig upplifa það og væri velkomin nei, ekkert svo leið sko og vandamáli Akkur heldur það sé, það bara ekki til í kultúrnum hjá Íslendingum? Nei, ég held að segja út af við bjuggum ekki, skólinn var ekki í hverfinu sem bjuggum og því yngri systkini fengu bara heimsókn, einhverja banka og vildu koma út að leika daginn eftir skilur líka við en við vorum svo, við bjuggum annars þar, þannig við vorum bara að drífa okkur heim eftir skóla og that's it það var ekki fyrir við byrjum í bæjarvinnu í Kópavoginum við bjuggum, svo fluttum við í Kópavoginum og fengum vinnu í bæjarvinnu og þá byrjum við að mynda þessi tengsl við Íslandinga og byrja að eignast vini Það er kannski 2-3 árum seinna Já, 2 árum seinna Þannig þessi tími, þarna fyrstu árun í Íslandi það er ekki góðu tími í þínu lífi Nei Og þú varst þunglind og leitaði til læknis út af því Þá? Já. Nei Og þú sagðir að það hefði farið í geðdeildir Já, það var bara nýlega Nei, ekki þá ég held að segja bara, þú veist átti bara mjög erfitt í langan tíma einmitt þessi tíma sem ég var að þognast öllum úti og vissi ekki hver ég var, hvert ég ætla og bara, þú veist, og svo lærði ég bara að drekka og gerði það í mjög langa tíma Að drekka? Já, áfengi, bara að fara að jamma og eitthvað svoleiðis Það getur verið laust fyrir marga sem verður með svona herping og svona svo drekkur og þá verður frjáls Ég var frjáls í langan tíma Svo svíkur áfengið það, hættir að virka Já, þannig ég fór Þannig að þú notar áfengið til þess að opnast og eignast áfælda víni og flytti niður bæ í Reykjavík og var bara á jamminu og bara hafði ógeðslega gaman og var ekkert að spá í neitt vann og eitti peningana svo vandaði meira pening þá vann ég bara meira og eitti meira Mjög íslenskt Þannig ég var orðin Íslandingur þá. Já. Já, það gekk í svona smá tíma en mér leið alltaf illa. Akkur, því þetta væri og ættir ekki að vera að drekka og lifa eins og... Það eitt og var ekkert að afreika neitt í lífinu. Ég ætla bara að klára skólan og gata ekki eiginlega. Það var ekki valkostur, ég gata ekki. Akkur ekki? Og ég skildi ekki neitt. Skildi ekki máli. Mætti alveg í skóla og við mættum ég og systir mín ég mættum í skóla, skildum ekki neitt fórum heim og mættum daginn eftir þetta gekk alveg nokkra mánuði, klárum ennina og alveg með F í öllu en við mættum það var samt ógeðslega þungt Ég trúi því að mæta ekki skilja, ekki eiga vinni og allir alveg bara hvað er þetta hérna ég veit ekki, ég myndi mér þegar ég horfði tilbaka var svona palestinsku falafel-lykt af okkur hérna út í hotnið og ég veit ekki hvernig það var en ég upplifaði þannig, skilurðu og við skildum ekki neitt og gatum ekki neitt og svo náttúrulega, þú veist, við erum 18 og að vera 18 ára og við þurfum náttúrulega að sækja sjálf þá núna dvalarleyfi og þá þarf maður að vera með vinnu þannig við þurftum að fara að vinna það var bara 2 ár eftir við komum til Íslands Þannig þú náður ekki að klára framhaldsskóla? Nei, ekki á þessum tíma og því við þurfum að fara að vinna og það er nóg erfitt að vera framhaldsskóla hvað með vinnu þannig, já, maður bara datt út fór að vinna og drekka og eitthvað svo leys sko. Það var svona 3-4 ár svo eftir það bara, þú veist, leið ógeðslega illa sko. Og já, ákveða bara að fara að byrja í skóla aftur og byrja í kvöldskóla og vinna. Þú segir að líði illa, áttu við að væri bara okkur stað sem að væri ekki þú einhvern veginn? Já, bara rosalega óhamingjusamur. Þú er bara búin að týna þér einhvern veginn? Já, búin að týna mér rosalega. Þú veist ekki hver þú ert og tilkvist þú ert? Nei, og þú veist, ég var ekki að spyrja, ég var ekki það, þú veist, heil til þess að spyrja mig þessi spurninga, þú veist, hver þú ert og hvert ætla að fara með þetta, heldur var bara ógeðslega þung og leið bara óhamingjusam og eina sem ég vildi gera að komast út úr þessu, þú veist, hérna. En það sem að þú ferði þá í skóla aftur, ekki? Er það ekki þá bara til þess að standa sig? Jú.
Af því að krafan að þú ert palestínsk kona og þú verður að standa, þú verður að mennta þig. Já, þú veist, Það er það sem að rífur þig áfram. Já. Ekki það að þú ert ekki neitt sátt við sjálfa þig eða neitt. Þú veist, alltaf þegar þú tala... Þú gerir þetta bara skildureikni. Já, það er það. Það er maður alin upp þannig líka. Ef þú klárar ekki skólan, það er bara... Að klára menntunni er hluti að því að verja Palestínu. Veist að pabbi og fjölskyldan og allir ætlast ekki til þess að ég myndi halda á byssu framtíðinni en ég myndi halda á útskriftaskirtinni. Það væri vopnin okkar. Og allar spurningar byrja alltaf, þú veist, þegar ég hringdi í vinkonunnar eða pappa eða frængur eða eitthvað, hvernig gengur í skólanum? Er þetta ekki að vera búin? Þú veist, þannig ef þú ákveðir að selja Palestínu eins og pabbi nefnir það, eins gott, þið nýtur tækifæri vel og gera eitthvað gott fyrir okkur þá úti. Þú veist, þetta var svoleiðis. Meinar að það sé hlutur þitt að þjóð Palestínumöður að skara fram úr. Að skara fram úr. Ekki vera til, ekki gera neitt skada sem að geti svert okkur. Já, skara fram úr, halda nafn Palestínu uppi og gera allt sem þú getur til að vera góð fyrirmynd Palestínumanna. Þú hefur nú gert það. Það er bara þannig. Já, takk fyrir það. Já. Herðu, en þú ferði í skóla og með vinnu þá kvöldskóla? Já, ég vann Og þá ertu búin að ná ykkur tökum á tungumálinu. Já, það var aðeins. Veist hvað er gerast í kennslustofunni. Já, átti vinni og og svona. Og já, þannig ég fór í FB og samt, þú veist, ég náði tök á íslenskun en ekki það vel að ég gæti tekið íslenskan sem er skild upp til þess að útskrifast með stúdentspróf sem er bara uppi 300 eða 400, íslenska 400 held ég. Þannig ég klára þá ákveði að klára allt sem ég gætt klára, tók bara raungreinar, stafræði, tölvunafræði og veist, alls konar svona, allt sem hefur ekkert með tungumál að gera. Gekk vel, kláraði það. En svo var ég eiginlega föst með íslenskuna. Náði ekki að útskrifast með stúdentspróf því ég átti það eftir, og enskan líka. Gat ekki tekið það heldur, féll alltaf. Og þannig ég var eiginlega föst. Kláraði alla einingar sem hægt að klára Gast ekki halda áfram í háskólanámi? Nei, út af íslenskan. Sótti undanþágu, 3 vegis til Háskóla Íslands. Bara please. Fyrst ekki? Nei. Og hvað vildur þú fara að læra? Bara efnafræði eða eðlisfræði? Já, bara aðgengi að háskólan, hvað nám sem meiti ég hæfði í, að ég vildi bara komast í háskólan, komast út úr þessi lúppan sem var fast í, þú veist, ég er búin að taka öll valgreinar, ég er búin að taka öll sem er ekki, þarf góð kunnátt á íslensku, þú veist, eins og ég átti erfitt með allt í lagi með eðlisfræði, en ég gat ekki jarðfræði, það var bara rosalega þungt, sko. Út af svona tungumála erfiðleikar. En ákveðu máttu ekki hleypa þér inn þóttu vantaði á íslenskuna? Ákveðu máttu ekki læra bara efnafræði eða eitthvað? Já, ég veit ekki. Það var bara því miður. Uppfyllir ekki kröfur til þess að komast í háskólanámi. Þú þarft að vera með stúdentspróf eða eitthvað sambarilegt og það er bara þannig. Þannig ég gat það ekki. Nú er sumt sem er kennt upp í háskóla bara kennt á ensku. Það er ekki allt kennt á íslensku. Í dag, já. En því hleypar ekki inn nema úr með stúdentspróf eða eitthvað sambarilegt. Þó er sér á ensku. En þú ert ekki góð í ensku heldur? Nei. En þú veist, ég átti erfitt bara með að læra tungumál. Og þetta, þú veist, já, ég var bara föst í þessu og árið var alveg 2007 og þá var ég eiginlega lífið mitt breytist 2006 þá eignast ég fyrsta barnið og það var svo mikið, þá var ég komin þangað, þú veist, þá var ég búin að ná botnin í öllu. Hvernig þá? Bara ógeðslega þunglind, ógeðslega, sá engin tilgangur fyrir að vera á lífi. Bara why? Var komin í þessu lúpa, gæti ekki klára námi. En að því að þú lýstið þú varst svona 14 ára, þegar þú býr til svona sumarbúðir fyrir krakkana, það er rosalega orkumikil og bjartsýn eða þú veist að geta gert eitthvað þegar maður sér ekki fyrir og allt það. En þarna ertu bara komin
þetta er bara ótrúlega erfitt sko. Allir þess ekki bara allt búin að safnast upp og búin að fara í gegnum þetta 10 ár á harkanum og var búinn, gat ekki meir sko. Kulnun eða eitthvað ég held þess að aðeins dýbra en það meira en kulnun. Ég var bara þunglind, fekk ekki greiningu strax, ég leitaði ekki aðstoða strax, ekki fyrir en ég var ólétt og þá svona breyttist lífið. Þá var ég komin með svona ábyrgð á einhver annað, það var ekki ég bara lengur, bara læt mig hafa það og eitthvað svoleiðis, þannig þá breyttist ég sem persóna, breyttist hvernig viðhorfið mitt á lífið og var svo innbyggt á því hvað ætla ég að bjóða barninu. Og þannig að þú fæddir tilgang í lífinu. Já, eiginlega. Og þá fór ég að leita mér aðstofar til þess að geta til að bregðast ekki í barninu. Já, eiginlega. En þegar því að þú átt sára æsku og upplifir að foreldræðinni hafi brugðist þér, að þá þegar þú eignast barna þá ég ætla ekki að bregðast. Ég ætla ekki að verða foreldrar mínir. Já. Og taka skrefi lengra og vera fyrirmynd barnanum mína. Það leiðir rétt að ættar svona. Já. Og já. Veistu það vera svona svo þitt hlutverk? Leiðir rétt að 100%. Ég tek það mjög alvarlega. Allt sem ég ég náttúrulega veit það núna og vissi alveg bara þegar ég fór að eignast börn og svona hugsa lífið að þetta gengur í ættum. Hvort sjúkdómur eða upplifun eða þunglindi eða ákveðin hegðun, hvort fjölskyldur segjum á svona þurfa félags aðstóð kynslóð eftir kynslóð. Alkohólismi gengur í gegnum eftir. Já. Það í minni ætt að við höfum allir bræðurnir hætt að drekka og okkar draumur það að okkur hefur tekist að drepa alkohólisman í okkar ætt. Að hann leggist ekki á börnin okkar og barnabörn. Og það var sama fyrir mér að að það myndi ekki þessi vanlíða og allt það sem ég upplifði sem barn myndi ekki færast yfir uppeldi sem ég fekk. Það var bara koloránt og ég vildi leiðrétta því strax. Ég var svo hrædd upptekin af því að ég myndi verða foreldra mína og gera allt sem ég gat til þess að ekki verða það. En þú hefur ekki, segjum þetta sé svona augnablik í æviðinni, að þú kemur út úr æskunniðinni og svo áttu 10 ára tímabil á Íslandi þar sem þú ekki hamingjusöm og eiginlega brotnar eiginlega niður sem svona persónaðinn bara fallin. Þannig að þú þarft að smíða þig eiginlega úr nánast engu. Upplifður það þannig? Já, það var þannig. Það var akkurat þannig. Ég átti rosalega, erfitt tímabil, en það var, ég sá samt ljósið þá. Ég sá að hlutverkið mitt að vera fyrirmynd barnanna mína, að láta þeim líða vel og ég var með skilning á því ég gæti ekki gert það nema ég væri heil. Þannig ég byrja á, ég var alveg, fór í hvítabandi, var með hjúkrunarfræðinga sem komu 2 á viku heim til mín. Ég fylgdi eftir allt sem læknir setti fyrir og tók allt lífinu og svona vann og las og svona reyndi að efla mig til þess að vera heil. Og stefnan svo að það sem gott fyrir barnið mitt gott fyrir mig og það sem gott fyrir mig gott fyrir barnið mitt. Já, og hún sagði við mig hjúkrunarfræðing sagði við mig í upphafi að og sem ég tek með mér alltaf alla ævi
og hjálpaði mér mjög mikið að skilja. Hún sagði, ítri manniskan þín, ítri persónuleika þín er innri manniska hennar. Og ég var svo brjálu reið og það sást á mig, þú veist, ef einhver sem þekkti mig á þessum tíma myndi segja eitthvað mig að bara geðveik og alveg bara, þú veist, þarna. Og ég var svo hrætt að hún myndi vera svona innan. Þannig ég þurfti að laga mig. Þannig þú þurfti að dempa þig. Ég þurfti að dempa mig og hugsa skýrt og taka rétt og ekki vera, þú veist, hérna. Ekki hleypa öll út. Já, af ég var svo reið og stundum haga ég mig eins og samræmi við það. En getur það ekki verið erfitt að svona aga sig svo mikið? Ógeðslega erfitt. Það er ógeðslega erfitt. Það er ógeðslega erfitt, en ég veit það er betra fyrir, hérna, þú veist, þetta er bara, þú veist, ég á rosa erfitt, maður sýti hérna, þú veist, en ég þarf að gera daglega og, þú veist, geðsjúkdóm er ekkert eitthvað sem, þú veist, eitthvað sem gerist bara kvöldi, þetta er eitthvað sem við lífum, þú veist, ég var náttúrulega greint með geðhvarf og, hérna, þú veist, þetta er eitthvað sem ég þarf að vinna á daglega. Já. Til þess að... Þú ert ekki læknuð? Nei, en ég er... Já, þú getur lifað með sjúkdómnum og þú getur verið í bata og... Já, en þetta er ekki eitthvað sem fer. Nei. Þetta er bara líka alkoholismi, þetta fer ekkert, þú þarft alltaf í daglega baráttu við að halda þessu niður. Já, þú þarft að hafa svona það sem er kallað sjúkdómsinsæi, þetta þekkja sjúkdóminn. Ég er búin að læra rosalega mikið á það í gegnum árin, þú veist, En hvernig virkar það? Eru þá margar, hérna, ég myndi segja að ég væri Íslendingur, myndi margar fítur, fíta. Viltu ekki að nafnið sé beygt, fíta? Við veist það bara... Fíta fítu. Við veist það skrítið. Þetta skrítið fítu. Já. En það eru margar inn í þér. Já. Og einn segir þeir að gera eitthvað. Og þá er önnur sem segir, þegiðu, þú er nú ekki alltaf hjálpað okkur. Ertu með svona kór inn í hausnum á þér? Nei, ég er ekki þar. Ég er löngu búin að, ég er miklu, þú veist, betri en þetta nú í dag, þú veist, það... En þú ert að reyna að hafa stjórn á þér, þannig að það er eitthvað inn í þér sem vill gera þetta, en önnur inn í þér sem segir nei. Já, ég tek það svona að ég er vísindamaður, þá tek ég, þú veist, það sem bara starffræðisjafna. Fíta, þú hefur ákveðin orku til þess að eyða í dag, ég set mér orkumagni á dag og svo ræður þú hvað forgang. Þannig það hjálpar mér að svo giftist ég manni sem er svo rólegur að hann líka svona, þú veist, ég væri út í Kanada í eitthvað rugl núna, hann líka dempar mig og ég er með formúlan í hausin á mér, orkumagni sem ég ætla að eyða í dag og set forgangsröð. Þannig ef ég ætla að hitta ég í dag, þá er ég, þú veist, ekkert að fara að gera nýtt svona stort sama dag og þetta ég á til að gera svo mikið í þetta og svo bara, ég er svo alltaf svo hrætt falli, þess að ég drekka ekki orkudrykka af ég er alltaf svo hrætt að falla. Já. Þannig að þú, hérna, það eru margir sem að, til dæmis alkohólistar og til dæmis fólk bara sem er að glíma við geðraskanir og fleira, sem að lifir einmitt svona, sem að reynir að draga úr óþarfa spennu í lífinu, passa sig að hafa góðan svefn, nærast vel, vera í góðum félagslegu tengslum við fólk, rækta það. Þetta er eiginlega hægt að segja, sko, markmið er eiginlega svona að reyna að lifa bara góðu lífi og það skapar góða líðan. Já, en þú veist, svo koma svona utankomandi hluti eins og ástandi í Gaza til dæmis. Þá bara, þú veist, eins og síðast þegar að byrjaði, ég var á Reykjanesbrautinu og ég bara, þú veist, þurfti að fara bara, skilja, að geðdeildin. Ég upplifi þetta alltaf aftur og aftur, þá getur ég hef ekki stjórn á því. Og svo við, þú veist, til dæmis, ég get ekki sagt, ég kemst ekki á fund, ég get ekki skila framleiðslu, ég get ekki skila skýrslu út af ástandi í Gaza. Við fáum ekki skilning frá samfélaginu, þú veist, líf er eins og búið að vera undanfarna mánuðum, er ekki að sama, ég er ekki jafn glöð, ég á rosalega erfitt með að halda gleðinni og erfiðast er að mæta á fundi þar sem er fjör. Þá er ég alveg bara... Það kemur þú með þennan mikla harm. Já. Og það er svona erfitt, En heldur það sé ekki borin virðing fyrir að, ég meina, þú er náttúrulega stríðskötuð, við getum sagt það.
og sé ekki borið virði fyrir því, eða það kannski bara það að fólk bara veit ekki alveg hvað það eða? Já, ég held að sé ekkert persónulegt gagnvart mér, margir sem ég þekki umgangast daglega og þú veist í gegnum vinnunni, kannski ekki náinn vínir, bara svona kunningja vinnunni, vita ekki hvaðan ég þú veist, þetta ekkert persónulegt, ég veit það alveg af því við erum komið það langt í svona, þú veist, jafnrétti að fólk spyr mig ekki hvaðan ég og ekkert að dæma mig út frá, þú veist, alltaf ekki gefa sér fyrir fram að mér líður þannig út af þessu eða hinnu. En sem getur líka bakfæra að... Þá ekki hort á það hvaðan þú ert sem að skiptir máli. Já, það var ekki tekið tillit. Sérstaklega þetta síðasta halva ár núna kannski. Herðu, en þegar þú ert þarna á Íslandi, ung kona, þá upplifir þetta eins og svona gluggar svo hvað þú getur gert. Ég verð að mennta mig og standa mig fyrir Palestínu. Ég verð að giftast palestínskum manni fyrir pappa og fyrir Palestínu. Ég get ekki slitið mig frá Palestínu. Þetta svona eins og þetta séu svona gluggar sem að þú getur farið í gegnum. Þetta ekki alveg svona frjálst val. Þú ekki alveg svona frjáls kona sem getur gert hvað sem sko. Það er svo mikið inn í þér sem að segir hvað gott og gilt. Og hafa líka rosalega mikið áhyggjur af því að missa tengsl í Palestínu. Og þess vegna var ég, þú veist... Ofgera kannski að rækta þau. Já, getur þú nokkuð mist tengsl í Palestínu? Nei, ég get það ekki. Það ekki mjög... Ég náttúrulega, já, ok, ég ætla að klára söguna. Svo var ég alveg bara... Og vann úr mínum málum og þú veist já, ég kannski kem það inn á fekk tækifæri til þess að fara í Háskólabrú Keilis þar sem þessi var í boði eitt ár framhaldsskólanám sem gefur aðgengi að háskólanum og þá sá ég ljósi fyrir og flýt til Keflavíkur og fer í námi og klára það og svo fljótlega eftir ég byrja í námi þá fór ég í greiningu og fekk greiningu á lesblindu og fekk þú veist hljóðbækur og svo leist þá náði ég að klára íslenskuna og enskuna þá var það bara lesblinda sem var að olla því að það tók mig svo langa tíma líka. Sumi lýsaði að þegar fólk fær þessa greiningu þá er það, ég er ekki vitlaus. Já, ég var þar. Var það þannig? Já, það var þannig. Ég er ekki bjáni. Ég er bara, þú veist, hvað í gangi? Þannig ég var ekki vitlaus og ég líka þessi upplifun að þegar ég fekk greiningu og ég var ekki vitlaus, ég brilleraði líka, fekk ennþá herringanir í starffræði og allt hitt, sko. Þannig, og lífið byrja svona að vera það sem eins og átti, ég vildi það. Og þá vissi ég hvað ég vildi og svona byrja að sætta mig við það að vera Íslandingur af palestinsku uppruna. Og svona byrja Íslandingur, palestínumaður, svona blandaði saman. Og þá ákveði ég að, þú veist, að fara eigin vegum og bara tilkynnti öllum hver ég væri, veist, úti og heima. Þetta er ég í dag og þetta er sem ég ætla að verða. Þannig að þegar næstur þú fer til Palestínu þá segir við fólki þar ég ætla að vera íslensku palestínumaður. Og ég ætla að gera þetta og segja við fólki hitt, skilu. Og ég ætla að gera þetta og hvað er þetta? Ég ætla ekki giftast bara til að giftast, skilu, ef ég finna ástina hvað kyn, eða veist, hvað það er, þú veist, ég var komin þar. Ég ætla ekki taka fyrirfram ákveðin hver ætti að vera framtíða makan og eða, þú veist, ég er innbytt núna á alveg upp helbritt börn og klára að mennta mig. Og þú veist, já, og svo. Og skildur þú þá við mannin eða? Þá? Nei, ég var, ég skildi þegar ég var ólétt. Leið og ég fekk þetta. Býttu, en hvernig fer það? Ég ætla að verða fyrirmynd fyrir barnið og ég ætla að lifa fyrir það því það sem er gott fyrir barnið er gott fyrir mig og aukt og hluti ákvörðin er það að skilja við mannin. Já, vera sjálfstæð. Þú getur ekki verið góð fyrirmynd fyrir barnið. Nei. Með því að vera í þessu hjónabandi. Já. Og þú veist, þá var ég ólétt og svona, og ég eignist hana og eiginlega kynntist mann þegar ég var ólétt og við fluttum saman til Keflavíkur. Þannig, já, liði ekki langa tíma. Og hann er svona, þú veist, helbriður og fjölskylda hans
mjög helbrikt, þú veist, með við okkar af mitt, þannig ég lærði rosalega mikið af þeim, þú veist, Og ekki Palestínumæður? Nei, Íslendingur. Og ég lærði... Ekki stríðsráðs fjölskylda? Ekki stríðsráðs fjölskylda? Bara mjög, ég var í sjokki fyrst, þú veist, bara getur elska bara skilyrðislaust, alltaf ekki segja börnunum hvað þau þurfa að gera til þess að þú elski þeim. Þannig ég lærði rosalega mikið af, þú veist, mamma og pappa, tengdaforeldri mína og sérstaklega mamma hans, hvernig hún talaði við börnin sínu, hvernig hún var og ég tók hana til fyrirmyndar í uppeldi, hvernig bara whatever þú ert, ég elska þig bara, þú veist. Þannig það hjálpar líka bata ferli mitt mjög mikið. Ég spyr fólk hérna sem kemur, ég held ég að við erum spurt alla hvort þau alist upp í Ástríki og þú segir nei. Nei. En þú sérð að hvernig tengdamamma þín elur upp sín börn. Já. Hvað það að ala börn upp í Ástríki. Já. Og þess vegna vildi ég, þú veist, þegar ég var hérna í gegnum, þú veist, mikið aðeins hugunarfræðinga og fá aðstofi, þú veist, hvernig ætti ég að elska barnið mitt, þú veist, og þá var bara fyrst að bara stilla alarm, knústæm, þú veist, knúsa, segja elska. Já. En þú veist, í dag þetta mjög eðlilegt, en það var mjög erfitt í upphafi og var mjög meðvitu það að ég gæti ekki gefa eitthvað sem ég hafði ekki. Þannig ég þurfti að læra að elska til þess að geta kennt börnunum mína að elska. Þannig á þessu botni að þá ákveður þú að ætla að verða fyrirmynd fyrir, og þú hefur ekki fyrirmyndirnar í þínu lífi. Þannig að þú þarft eiginlega bara að leita herðu, mér langar að vera svona eitthvað pínlítið. Já, mér langar að vera pínlítið svona. Þannig að þú ert eiginlega bara að smíða fíta. Já, eiginlega sko. Og fylgist með, ennþá að smíða og horfa á rosalega, þú veist, margar konur í viðtölum og í ræðum og reyna að vinna með þeim og reyna svona að taka að besta frá öllum sem í kringum mig til þess að búa til svona, þú veist, ég stundum ef ég þarf að vera ákveðin þá ég með einhverju kona í huga, ef ég ætla að vera málefnileg þá ég með aðra kona í huga og mér að segja, ég fer alveg bara handahreyfingu hvernig þau tala og allt það en já, það rosalega erfitt að vera, þú veist, vera búin að ákveða hvernig manneska þú ætla að verða en hafa ekki svona manual hvernig á ég að vera það? Það er ekki sjálfgefið. Já, nei. Þannig ég var alltaf, og enn að læra og alveg elska að læra eitthvað nýtt og elska að hlusta á fólk sem hafa eitthvað merkilegt að segja og læra á þeim. En það ekki þannig að þú getur tekið stelpuna úr Palestínu en þú tekur aldrei Palestínu úr stelpunni? Já. Eiginlega. Það þó svo að þú sért að hvernig fíta sem íslensku palestínumaður á að vera, þú sért að vinna við það, þá alltaf sko, þá ert alltaf. Ég var, og veist, þetta náttúrulega þurft að gera svoleiðis, en ég fór til Palestínu með nýja fíta og það var svo vel tekið á móti mér, að allt sem ég var búin að byggja í hausinn af mér var algjörlega óþarfi sko. Þessi kröfur að þú ættir að vera svona, raunverulega var ekki umhverfið að krefjast þess. Nei, það var bara ég. Þetta var bara... Já, þannig, og það var, veist, var út í Palestínu alveg í góðan tíma og síðan þá hef ég farið 2 ára fresti. Pappi og fjölskylda hans taka mjög vel á móti mér, mamma, veist, fjölskyldan og mömmu taka mjög vel á móti mér. Ég bara, með hópur, krakkarna sem voru með mér í 10. bekk, við hittumst líka þar ég fer og þannig þetta var bara í hausinn af mér og allir stórt til af mér eins og ég og örgulega... Já, þannig að þessi skilyrði að elska eitthvað skilyrðslaust, þessi skilyrði að sem að þú þurftur að uppfylla eitthvað til að vera viðurkennd eða elskuð, að það voru meira og minna eitthvað ímyndanir í hausnum á þér. Að þeirra á reynir, að þá fólk alveg til í að elska því skilyrðslaust. Jafnvel þeir sem að þú upplifir allar kröfunar frá. Sumir hætti að tala um mig en það alltaf lagi líka ég ekki þar, þú veist Herðu, þú verði í háskóla Ég verði í háskóla Þú lærir þarna, þetta svo langt eitthvað Orku og umhverfis tæknifræði Orku og umhverfis tæknifræði Já Og kemur út úr náminu
Og ferð bara fljótlega í því að byggja upp þitt eigi fyrirtæki. Já, eiginlega, þú veist, hugmyndin að fyrirtæki mitt kom í lokaverkefni í orkuumhverfis tæknifræði. Og það er hvað? Við erum, sko, lokaverkefni mitt var að snúast betri nýtingu á affallsvatni eða vatni sem fellur til við framleiðslu á rafmagni á háhitasvæði jarðvarmavirkjanir. Og við erum náttúrulega að nota gufan til að framleiða rafmagni og þegar gufan kólnar verður á vatni og vatni, þetta kemur á svo miklu dýpi og háhita og þrýsting að það inniheldur rosalega mikið af steinefni. Og þessi steinefni hafa alltaf verið vandamál fyrir orkufyrirtækja. Þú veist, stifla borholurnar, þú veist, stifla varmaskiptin, fella til svona mynda þessi hvít efni. Við þekkjum þetta, ég held að þetta sé ennþá svona á Seltjarnarnesi og hluta í Vesturbænum sem kemur úr borholum sem eru hérna á Reykjavík. Nesjavellin held ég að sé kaltvattur sem hitað upp. Já. En það fólk þekkir þetta eyðileggur blöndunartæki á 5 ára fresti, sko. Já. Þannig þetta getur ímyndaðir þegar að vera flæðið 600 lítra á sekundu hversu mikið útfellinga myndast. Þannig orkuumhverfis tæknifræði rosalega mikið áhersla á svona alternativ þú veist, og svona umhverfisvæna orkugjafa, jarðvarmi, vindorku, sólar og svona, en ég hafði mest áhuga á jarðvarmi. Þannig lokaverkefni mitt var hvernig getum við koma í veg fyrir útfellinga vandamál jarðvarmavirkjarnar til að geta framleitt þá meira rafmagn. Því ef þú tekur útfellingin út þá getur þú, af því vatni kannski ennþá 90-100 gráður. Þannig við getum nota það aftur í framleiðslu á rafmagni. Við getum það ekki í dag út af útfellingavandamáli. Þannig verkefni var að snúast að taka þessi útfellingar. Og þá fór ég að skoða hvað í þeim. Aðalhráefni steinefni í útfellingum kísil, silika. Ok, þá voru ég að hugsa, ef ég get tekið silika út, þá fara öll hinn efnin líka með, því hún myndir samband álsilikate og eitthvað svona með alls konar efni, þannig kísilin aðal vandamáli. Ef ég nægja að taka hann út, þá náum við að framleiða meira, eða allavega, þú veist, að dæla niður jarðgeimin án eitthvað vandamál. Og já, ég var með þann verkefni að skoða möguleika. Þannig að hugmyndi var svo að taka kísilinn til þess að framleiðslan væri einfaldari. Já. En ferði ekki síðan að búa eitthvað til úr kísilinn? Jú, svo hugsaði ég, ok, ef ég tek kísilinn út og ég reikna út í dæminu, ef við myndum taka kísilinn út úr öllum háhitasvæðum á Íslandi, þá myndum vera framleiða 80.000 tonnum af kísli árlega. Þannig að þetta væri rísa Hver þarf kísil? Já, það allir þurfa kísil. Ég hef aldrei farið í búð að kaupa kísil. Nei, við framleiðum kísilin sem fæðubótaefni, en kísil þú veist, algengasta steinefni jarðarinnar. Kísilin kringum okkur í aðalega notað framleiðslu gleri, málingin, sólarsellu, tölvukubbum. Kísilin í öllu. En það kísil hér og það kísil hér og kísil hér. Það algengasta steinefni jarðarinnar. Þú veist, næst algengasta eftir súrefni. Þannig það í öllu. Þá vantar það alltaf. Þá vantar það alltaf. Vantar það? Já, vantar. Nú, þannig að það er svo mikið af því að hverju vantar það? Af því kísilin kemur ekki sem frumefni í náttúrun. Hann alltaf í efnasamböndum. Þannig við erum erfitt með að vinna hann og það nota svona mæning, þú veist, ég man ekki hvað þetta á íslensku. Námuvinnsla? Já, námuvinnsla, sem rosalega skítugt, þú veist, og að valda slæma umhverfis áhrif og bara leiðilega vinnuaðstæður og bara námaframleiðsla að skapa 10% af minkunin jarðarinnar. Þetta þú veist, fólk, þú veist, að reynda að forðast námaframleiðsla á kísli og þess vegna það skortir á honum og kísilinn sem kemur allavega já, við fyndum aðferð ég og Burkni Pálsson sem stofnaði með mér geosilika, vorum að reyna að finna aðferðin til að einangra kísilinn úr jarðhitavatni. Þannig að þeir eru búin að taka kísilinn út úr vatninu, þannig að það sé auðvelda vinnsluna, að þá hann ennþá í efnasamböndu við allan andskotan. Hann SiO2. Já, en við tökum hann þannig að hann bara kísil SiO2. Já, það heitir það sama, sko, þá silika á ensku. Frumefni silikon. Og við já,
þú veist, við vorum að rannsaka og safna upplýsingar og athuga hvort þessi gerlegt og ef það væri gerlegt að taka kísilinn út, hvað ættum við að gera við þessi 80.000 tónnum, 80.000 tónnum af kísli og þá byrjum að skoða, ég gerði rannsóknir samstarfið Matís áhrif kísil á gerla og sveppum, hvort við getum notað hann sem sóttrinsari, einhvern veginn svona natural, eða þú veist, já, má borða hann, þú veist, og fórum að gera svona alls konar rannsóknir til þess að nýta þessi 80.000 tónnum. Allavega við klárum skilum inn lokaverkefni og svoleiðis og ákveðum að halda áfram aðeins að skoða hvort við getum gert eitthvað meira við verkefnið. Þannig við byrjum á því að sækja styrk til Tækniþróunarsjóð og verkefnastyrkur til þess að athuga hvort við gætum að rannsaka málið betur og við fengum verkefnastyrkur Tækniþróunarsjóð sem var á sínum tíma 30 milljónir til 3 ára til þess að halda áfram rannsóknarverkefni sem gerði okkur kleift að finna aðferð til þess að einangra kísilin úr jarðhitavatni sem þú veist er búið að reyna í mörg ár þannig að þetta er alveg bara mjög sérstaklega heimsvísu bara Nobel aðferð til þess að aðskilja kísilinin og svo ákveðum við hvað byrja á að gera fyrir kísilin notaðu svo mörgu þannig að hæsta kílóverð fast fyrir fæðubótaefni sem er til inntöku þannig við byrjum á því að framleiða sem atvæla á vatta kísil sem við erum komið með 5 vörur. En af hverju þarf ég að taka inn kísil? Kísil er alveg algengasta efni líka í líkamann, það er alveg 7 gram af kísli í líkamann, hann er í hár, í húð, í bandvefi, bein, margar rannsóknir sína tíðni svona correlation milli kísilintaka og beinþéttni, því meira magn af kísli er í líkamann því þéttninni er beinið og líkamann framleiðir ekki kísil og við náum ekki nóg úr fæðu, þannig næst besta væri að taka úr natural resource er náttúrulegt efni sem er eina náttúrulega kísil er jarðhitakísil. Ég held að þegar ég fer út í súpermarkað og sé svona fæðubótaefni þá er hann magnísíum og kalk og hitt og þetta, ég man ekki eftir kísil. Nei, sumir segja að kísilin er svona magnísíum fyrir 30 árum. Það er svona að koma nýja og meira rannsóknir, það er ekki orðin hæp eitthvað svona æði fyrir það, allir að drekka og setja í sturtu og í té og eitthvað, þú veist. En það er svona að meira rannsóknir, hann er nýrri, rannsóknir á kíslinum er ekki gömul og rannsóknir á kalki til dæmis. Þannig það er svona nýrri. En ef að mig vantar kísil, hvernig birtist það í? Það er svona leiraði negrur aðalega, hæst magn af kísli fennst. Ég er með æskuvinkona mín sem að ég kynntist að nýju fyrir einhverjum mánuðum. Hún er svona spákonna og spáir í hendur. Hún vildi skoða hendunar á mér. Svo horfði hún á neglunar á mér sem heyrðu Smári vinn, þú ert með 8 neglur. Þá vandar þér kísil. Ég skal greiða það fyrir því næst. Hún hélt þetta væri að ég væri með svo mikið álag í lífinu. Já, ég er með fína neglur, sko. Þannig að þú tekur inn kísil og þú góða neglur þrátt fyrir öll þín áföll. Þannig að ég ætti að taka inn kísil. Og hárið og allt svona. Já, mjög fallegt hár. Takk fyrir. Það er kísil. Það er kísilinn. Það er ótrúlega fallegt á litin hárið. Takk fyrir. Takk. Við erum með náttúrulega sem að hárgríslukonu grilla. Já, og þetta gengur vel, þetta fyrirtæki. Já, þetta er náttúrulega, þú veist, sprota fyrirtæki, við þurftum að aftur að fara eiginleiðir, hvað gerir maður, hvernig reyna að finna fyrirmynd í, þú veist, góna í orkufyrirtækja, sprota fyrirtæki og svona, þetta er búin að vera, þú veist, barátta náttúrulega, þú veist, að vera í þessu bransa. Það myndur ekki segja að það gangi vel? Það gengur rosalega vel. Já, ég veit það. Og það er tók, þú veist, ákveðin tíma að koma á þann stað, en í dag erum við með 5 vörur á markaði. Við erum að selja á 11 markaðum. Við erum, með 5 starfsmenn. En seljið þið ekki jarðvarma fyrirtækjunum þjónustu með því að losa þau við kísilum? Nei, það er næsta skref. Við erum að vinna þetta á þessum skala að það munar engu fyrir, þú veist, við erum að tala um 600 lítra á sekundu. Ég er ekki komið þangað, en þú stefnið þangað. Við erum að taka í svo litlu magni af... Þá þarf þetta að vita hvað það er að gera við allan þennan kísil. Já, einmitt. Við viljum skapa alvöru, þú veist, verðmæti og svona from waste to value. Þú veist, þessi value verður að vera þú veist, ef þú talandi hringrása hagkerfi, það þýðir ekkert bara að hrinsa og svo er þetta annað manna vandamál, heldur viljum við að búa til heildar, hvort sem við vinnum kísilina áfram eða einhver annan, allavega að komið svona nýtingu, full nýtingu.
En jarðvarmafyrirtækin ætti að vilja borga eitthvað til þess að losna við kísilinn. Já. Þannig það er ekki bara að finna pening fyrir kísilinn sem að verður eftir. Já. Heldur Ég hef fengið, þú veist, ég hef farið til Nýjasalands, búið af orkumála ráðherra þaðan að koma og svona skoða hvort sé hægt að gera þetta hjá þeim, þú veist, af því það er rosalega mikið verðmæta í kíslinum og þetta er bara stórvandamál annars þar. Ég vann líka verkefni fyrir EDC, stærsta jarðvarmafyrirtæki í Filippseyjum og aðtók hvort ég get nýtt tekni þar. Þannig að þetta er alveg veika athygli á heimsvísu bæði teknin og vörurnar og svona ég var ofta að hugsa átti ég að fara í þessi stærri skala strax og selja teknina og eitthvað svona en vörurnar hefur hjálpað okkur að koma teknina framfæri jarðvarmafyrirtæki er að heyra geothermal silica alveg bara what og þá hafa þér samband og svo leys þannig þetta er svona var flott. Ég hef spurt ekki svona hvernig að vera Palestínumaður í Ísrael eða Jerúsalem og kona í Kallaheimi og innflytjendur á Íslandi. Hvernig er að vera brúnn Íslendingur í svona frumkvöla starfi og kona? Ég ætla að segja bara byrja á því að segja að það er ekkert verra á því en það er að vera Palestínumaður í Ísrael. Það er ekkert verra. En það hefur sína kostir og galla að vera af erlendu uppruna. Fólk man eftir hugmyndin þegar ég er búin að kynna vita hver ég er og hvað ég er búin að vera að gera ég er oft fylla upp diversity, mér er bóðið á alls konar til þess að fylla upp, þannig það er gott stundum slæmt að þú veist, konur yfir höfu fá lærri fjármagn í sprotafyrirtæki á svona frumkvöla verkefni hvernig frumkvölar fá minna fjármagn en stráka. Akkur er það? Það bara við erum ekki það meikar eiginlega enga sens. Það meikar ekki sens mér að segja, veist, líka sérstaklega að margar rannsóknir sína fram á konur eru líklega til að skila hagnaði til að svo koma með samfélagslega ábyrgt verkefni, hugsar heildarmyndin og bara circular economy. Það er alltaf að niðurstaðan í rannsóknum á svona smærri fjárfestingu sem hafa verið notaðar í Afríku og víðar að fjármagn sem að fer í hendunar og konum nýtist miklu betur. Já, og það er líka í, þú veist, SMI líka smól og metum fyrirtæki, það er bara líka búið að mæla en samkvæmt skýrsla Women Conventional startup það var aðeins 2% allar fjármagni sem var vísisjóð fjárfesti í fyrra aðeins 2% fór til kvenlitu verkefni þannig við erum að fá minna fjármagn og þá sérstaklega þú veist, það er ekki einu mælanlega hvað konur, ég held að segja aldrei fjárfest í verkefni sem er leitt af kona af erlendi uppruna. Þannig að það er mjög erfitt að fjármagn og þú veist, í sprotafyrirtæki, þú veist hvernig það virkar, maður þarf að ná fjármagn til þess að ná scalability til þess að geta stækka en þú veist, þú nærði ekki og með tíman bara deyr fyrirtæki út af því að þú þarft og vext ekki þá bara derðu og það er bara mjög erfitt að vera þar sko. En þú ert bjartsýn á þróunin á fyrirtækinu ykkar, ekki? Jú, mjög og hef bara kert við fengum mér að segja við erum svona verðlaun fyrir Nordic fyrir að vera fengum best bootstrap við startup fyrirtæki sem komið lengst á minnsta fjármagn þannig við förum alveg bara og gott við erum meðvörur á markaði þannig við erum að fjármagna okkur þannig allt sem við erum að selja fer í rannsókn og þróun og svo hjálpar okkur mjög mikið svona sjóði eins og tekniþróunarsjóður og skattafrádráttur svona styrki ríkistyrki hjálpa okkur að fjármagna okkur áfram til þess að ná þessi scalability. Þessi saga þessa fyrirtæki er svolítið svona ævintýri og þeir eru tekið það mjög vel en svo eru búin að vera að ræða fíta sem eru gengið gegnum mikla erfiðleika það er náttúrulega möguleiki að þú sett að gera þetta svona vel af því að þú ert svo veik hér að þú ert að sanna eitthvað fyrir þér og öðrum að gera þetta er svona svolítið kalla kallanir standa sig ógeðslega illa hérna í öllu en svo búa þær til eitthvað en ég stend mig vel hér geta það sagt, það er ekkert svoleiðis Já, smá, þú veist ég er mjög svona stressað tíma þú veist, það er af því mér finnst það fóru svo mörg ár í að finna hver ég er og hvert ég ætla að fara þú veist,
þegar ég var í námi þá tek ég sumarlóta til þess að drífa fyrir, svo fór ég MBA í HR og þar svona aðra hvoru helgi, þú veist, hérna kennt svo list, þú veist, námi vinnu og ég átti barn í helgafríi og mætti í, þú veist, Helgin eftir? Já, ég er ekkert að fara taka neitt frí, þú veist, ég er búin að missa svo mikið, að stundum er það svona Það var svo lengi að finna þig að... Já, þá finnst mér að ég er búin að veista, þú veist, hérna, búin að eyða svo mikið tíma að nú er ég að vinna þetta upp þannig ég reynir samt, þú veist, hérna, ég gera ósálátt en þú veist, ég reynir að segja, þú veist, ok en virðast að vera eins og ég er alltaf í gappvítíma og vil gera hlutirnar bara mjög hratt og örugt og svo les og fæ aldrei nóg frá því að sanna mig. Ég var alltaf að gera betur. Mér finnst það að vera samt svolítið kostur út af því, þú veist, hver erum við viljum ekki betur bæta okkur hverjum degi, gera eitthvað betur læra eitthvað nýtt. Ég hef rosalega gaman að því og vil gera það. En það getur samt verið harður húsbóndi, eitthvað sem segir alltaf hérna, já, þetta er fínt í þér fíta, en þú hefði getað gert betur. Já. Alltaf hérna, pús. Já. Þetta getur Ertu með svona húsbónda sem að rekur það fram? Þú vilt ekki hafa húsbónda? Nei, þú vilt ekki beygja undir neitt? Nei. En þú ert eins og kannski harðari húsbóndi. Já, ég set rosalega mikla gröfur á sjálfur mér og mjög erfitt að vinna með mér. Ég hef allavega starfsfólki, einn sem er búin að vinna lengst að segja að vinna mér fítu er not for the weak, sko. Þá er ég búin að sjá ákveðin mynd og það er ekkert að fara að stoppa mig að ná það. Og þú veist, ég er samt, ég myndi segja og ég segi sjálf, ég er góður leiðtogi, ég dreg fólkið mitt með, en ef mér finnst einhver að hægja á mig, þá skil ég það bara eftir. Ég er svo mikið að... Það er ljóst hérna af hverju þið eru að koma saman. Þið eru að koma saman til þess að koma þessu verkefni áfram. Já. Og þetta er hópur fyrir þá sem að vilja gera það. Já, ef þú ert ekki til í það, þá ættir að finna annan hóp sem er að fara eitthvað annað. Og það, ég held að sé flest sprotafyrirtæki eru ekki þannig. Þú ert með ákveðin hugsjón og þú fer bara rétti tíma með þér til að sjá það og geri það. Já, og leiðin er líka oft svo viðkvæm að svona smá frávikafinni getur drepið verkefnið. Þannig að má ekki við svona að hópurinn sé að sumir sé að fara til Keflavíkur og aðrir á Akureyri, sko. Það verður að vera svona, við erum að fara á hellu. Já, það verður að vera þú veist, concentration og svona bara hyper og líka ég er samt ekki þannig yfir maður ef við gerum mistök þá er þetta the end of the world heldur, þú veist, við gerum öll mistök, ég gera það daglega en ef við fer út frá það sem við höfum ákveðið að gera, þá er ég að segja eitthvað. En þú veist, mistökum rúlla áfram, lærum bara og heldum áfram, það er alltaf góðu, sko. Fíla, má ég spyrja hérna, ertu lukkuleg? Ertu hamingjusum? Mjög, já. Ég er mjög hamingjusum. Og þér finnst þú vera heppin? Nei. Þú sagðir áðan með það með að kjósa og búa í frelsi. Já, ekki heppin. Þú veist, þetta er eitthvað svona, eitthvað sem maður... Ég trú ekki þannig á heppni, sko. Ekkert sem ég hef fengi lífinu af ég er heppin. Ég hef þurft alltaf að vinna fyrir það sem ég hef og mér að segja íslenska ríkisborgar er rétt til þess að fá að kjósa. Ég var 7 ár á neitt, þú veist. Bara á takmarkuðu dvalarleyfi, tímabundu dvalarleyfi. Já, ekki með vegabréf, ekki ríkisfangslaus. 7 ár, sótti undanþágu til Alþingis og fekk nei. Þannig ég þurfti... Berjast fyrir því? Þú þurfti að berjast fyrir því? Já, ég þurfti að berjast fyrir því, borga, þú veist, sína og sanna mig í samfélagi, borga skatta í 7 ár og þú veist, til þess að fá kalla með Íslandingur og fá kostningar rétt. En ertu örugg? Af því að þú þurft að berjast fyrir því svona, því sem þú hefur. Ertu örugg með það? Mjög örugg með það. Þú býst ekki við því að allt í einu verði hurðinni hrundið upp og ísraelska lögreglan kom inn og takkið þig? Nei. Ég fæ stundum martræðir bara asnalegt. Svona byggðar náttúrulega á öryggi og uppeldi í mörg ár. En ég er örugg með það sem ég hef og tristi, mjög örugg á Íslandi. Mjög örugg. Þú veist, að koma stundum svona, þú veist, og var miklu meira áður fyrr. Þú veist, ég fæ svona hugsanir hvað,
börnin skilu þær sér í skólanum, þú veist, fer að kera hérna til þess að athuga hvort ég hafa dottið og einhver bara, þú veist, eitthvað svona rangað hugsanir eða þú veist, ég er að órökstu drótti. Já, það kemur og það hluti á því að vera, þú veist, með geðsjúkdóm og ég bara kann að meðhöndla þína núna og veit hvað það þýðir og þú veist, já, og vinn bara út, ég veit ekki hvort það myndi einhver tíma fara, það myndi létta mér lífið og þetta er ógeðslega erfitt að fara þessi fæt mót allan tíma en það er búið að minga og það mingar alltaf með árum þannig ég er að vonast að myndi hverfa en ég veit allavega hvað það er og ég get unnið á það núna. Þegar þú verður gömul kona heldur að þú draumum að fara aftur til Palestínu og eiga nokkur ólífutré sita undir þeim og ég myndi gera í dag sko ég gæti það ekki, ég má það ekki ég reyndi það 2004 að flytja aftur út já. Og það var bara reyndi að fá þú veist þarna dvalarleyfi og mér var að henda út og ég þurfti þú veist ef ég er lengur þrjá mánuði úti þá fór ég til Jórdaníu aftur bara yfir landamærin og tilbaka til þess að fá nýtt þannig ég gæti það aldrei en ég hef sagt að við pappa þú veist draumurinn er að eiga eitthvað í Palestínu og já, ég mun gera það báttið. En margir innflytjendur út allan heim hafa þennan draum að fara aftur það er svolítið erfitt fyrir en það eru fæstir sem að gera það sko. Já, ég ætla ekki að vera fekka sjálfa mig lífið mitt og fjölskylda mín eru hér við þykir rosalega mikið vænt Palestínu ég myndi kannski fara í lengri heimsóknir þegar ég er eldri en ég myndi alltaf vera þar sem fjölskylda mín er Uppruni kemur líka til manns þegar maður eldist já að maður hverfur einhvern veginn aftur til upphafsins einhvern veginn og þannig kemur þessi svona löngun margra að fara svona í ellinni eða eitthvað og vera það sem maður kom Herðu, Fíta, gaman að fá þig hingað gaman að tala við þig og segja frá þinni bara merkilegu sögu. Takk fyrir að hafa mig. Takk fyrir. Þetta eru lokin á helgispjalli þessa helgina. Ég bendi á að framundan er helgardagskrá samstöðarins. Það verður úrval vikunar á eftir og svo á morgun er meðal annars þátturinn Synir Egils sem er þáttur þjóðmál og fréttir. Hann er kl. 12:40 í fyrramálið á sunnundi. En ég þakka fyrir að sinni og segi góð helgi. Segðu það á Samstöðinni.